Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 715 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 17. mars árið 2026 kl. 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Hjörtur Magnús Guðbjartsson, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Róbert Jóhann Magnússon, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Ólöf A. Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsi sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru í viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar og Erna og Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. mars, fundargerð velferðarráðs frá 12. mars, fundargerð menntaráðs frá 13. mars, brunavarnaáætlun 2026 til 2030 og svo að lokum breytingar á skipan fulltrúa í kjörnum ráðum. Virðulegu bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar, áður en að forseti hleypir bæjarstjórnarfundinum okkar hér af stað, vill forseti ávarpa þá frétt sem hefur farið hamförum hér á Íslandi í dag stofnun svokallaða innviðafélags ríkisins og skoðun þess og gjaldtöku meðal annars á Reykjanesbrautin okkar. Eðlilega kemur þetta mál við okkur beint og við Suðurnesin öll þetta 30.000 manna svæði. Í ljósi þess sendi forseti tölvupóst fyrir í dag fyrir hönd okkar bæjarstjórnar til 1. þingmanns Suðurkjördæmis og bað fund með þingmönnum okkar við fyrsta hentuga tækifæri til að ræða málið nánar og til að koma sjónarmiðum okkar til skila. Forseti mun upplýsa ykkur bæjarfulltrúa leið og svör berast en ég tel mikilvægt fyrir okkar sveitarfélag og okkar Suðurnes að við komum okkar rödd á framfæri í þessu máli. Nú þetta ekki eiginlegt mál hér á dagskrá fundarins en ég mun að sjálfsögðu upplýsa ykkur formlega næstu skref í þessu máli en þið með að sjálfsögðu tjá ykkur þetta mál viljið þið svo stuttlega. En þá hefjum við yfirferð á bæjarstjórnarfundinum okkar og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 5. og 12. mars og orðið laust fundargerðirnar. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. 5. mars síðastliðinn, 5. mars 2026, var 7. mál á dagskrá fjárreiður Reykjanesbæjar. Og ef við rifjum upp þá hvers vegna fjárreiður Reykjanesbæjar sérstaklega tekið fyrir einu sinni í mánuði og gefinn góður tími í það, og þá kemur það fram í bókuninni sem kemur frá sjálfstæðismönnum. Það skiptir miklu máli að halda vel utan fjármál og fylgjast vel með stöðu mánuði til mánaðar. Þetta þekkjum við sem höfum verið í stjórn félaga, sem höfum stjórnarfélögum og svo framvegis. Þetta mikilvægt. Það voru mikil vonbrigði 5. mars hversu lítið að gögn, eða engin gögn fylgdu síðasta fundi. Fjárflæðisáætlun, það var farið yfir hana á skjá og erfitt að átta sig á því enda engin fyrirvari og litlar umræður og fáar spurningar. Af hverju? Af því að fundamenn voru ekki búnir að undirbúa á nokkurn hátt þar sem engin gögn lágu fyrir. Vegna þessa þá teljum við ástæðu til að bóka og með leyfi forseta þá les ég upp bókun Sjálfstæðisflokksins. Föstudaginn 4. apríl 2025 var boðaður auka bæjarstjórnarfundur Reykjanesbæjar með nokkura klukkustunda fyrirvara til að samþykkja skammtímafjármögnun sveitarfélagsins upp á 1 milljarð. Þessi ósk skammtímafjármögnun kom öllum að óvörum og því lagði meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og beinnar leiðar til að stofnuð fjárreiðunefnd sem yrði skipuð af oddvitum allra flokka ásamt fjármálastjóra og bæjarstjóra.
Ánægjulegt var að öll bæjarstjórn var samstíga að ástæða væri til að taka fjármálastýringu fastari tökum þó ekki hafi verið samstaða leiðir. Sjálfstæðisflokkurinn taldi skynsamlegt að setja upp mun betra eftirlit með fjármálum enda hafði margoft verið kallað eftir því. Við töldum eðlilegra að setja máli reglulega á dagskrá bæjarráðs í stað þess að stofna enn eina nefndina enda sitja allir þessir aðilar utan fjármálastjóra í bæjarráði. Niðurstaðan var að yfirferð á fjármálum sveitarfélagsins áttu að vera mánaðarlega á dagskrá bæjarráðs. Þetta fór vel af stað. Fylgst var betur með fjárflæði með ítarlegri fjárflæðisáætlun. Farið yfir framkvæmdakostnað og stöðu á þeim og fleira. Því miður stóð þetta stutt yfir. Sem dæmi að á bæjarráðsfundi 5. mars síðastliðinn voru fjárreiður Reykjanesbæjar á dagskrá. Fjármálastjóri mætti með fjárflæðisáætlun og fór yfir lausafjárstöðu sveitarfélagsins. Engin gögn voru send út fyrir fund og farið það hratt yfir að heildaryfirferðin tók innan við 15 mínútur, en áætlað var að yfirferðin yrði 2 klukkustundir mánaðarlega. Engin gögn, fáar spurningar enda ekki möguleiki á að kynna sér stöðuna fyrir á fundin var komið, ekki farið yfir fjárhagsstöðu framkvæmda, ekki ástæða til að ræða 684 milljón króna hærri launakostnað á menntasviði en áætlanir gerir ráð fyrir, ekkert. Engin gögn hafa enn verið sett inn vegna þessa, ekki einu sinni það sem kynnt var. Sjálfstæðisflokkurinn ítrekar að breyting verði á og sett verði upp dagskrá á fjárreiðuhluta bæjarráðs sem fram fer mánaðarlega og að eftirfarandi verði ávallt á dagskrá ásamt öðru sem til fellur. Í fyrsta lagi fjárflæðisáætlun næstu 12 mánaða. Í öðru lagi fjárhagsstaða framkvæmda samanborið við áætlanir og í þriðja lagi raunstaða versus fjárhagsáætlun einstakra fjárhagslykla og greining á þeim liðum sem eru ekki að standast fjárhagsáætlun. Með þessu skipulagi væri hægt að átta sig betur á stöðu fjármála hjá sveitarfélaginu, grípa til ráðstafana þegar þörf þykir og leið uppfylla lögbundna eftirlitsskyldu. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson og Margrét Þórarinsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir. Forseti vill líka minna bæjarfulltrúa á að samkvæmt bæjarmálasamþykkt hafi þau öll rétt á að bóka stuttlega bókun hér í bæjarstjórn sem að tekur ekki svona langan tíma. Þannig að við skulum vera kjarnyrst, kæru fulltrúar. Gjörðu svo. Já, virðulegi forseti, ég tek undir það að ég held að veri heillaspor að taka fjárreiður Reykjanesbæjar inn á fundi bæjarráðs og við höfum sannarlega gert það á síðasta fundi bæjarráðs í hverju mánuði, nema að breyting var á þarna sökum bara persónulegra ástæðna sem allir bæjarfulltrúar bæjarráðsfólk vissi af og ég veit að það ekki verið að gagnrýna það hér að við þurftum að hafa þetta samtal á fyrsta fundi marsmánaðar. Á fundinum kom sannarlega fram að óskað var eftir því að fjármálastjóri myndi deila gögnum með okkur fyrir fundi og tók hún það með sér og vænti ég þess að það verði þannig héðan í frá. Það var ekki það að við hefðum ekki svigrúm til þess að staldra við og líta yfir þau gögn sem voru þarna á skjá. Við hefðum sannarlega geta verið lengur ef mælikvarðin umræður fjármála er í mínútum. Þannig að það bara voru ekki fleiri spurningar og hvort að það hafi snúið að því að einhverju fannst ekki geta kynnt sér gögn sem þarna lágu frammi, að það væri bara að liggja á milli hluta. Varðandi fjárhagsstöðu framkvæmda þá ætla ég að minnast á það enn eina ferðina að framvinda framkvæmda og þar með talið kostnaður og annað liggur allt frammi á þeim stað þar sem farið yfir og fjallað framkvæmdir í stjórn eignasjóðs. Hverjum einasta fundi þá eru sett inn gögn
þar sem hægt að fylgjast með framvindu og kostnaði framkvæmda. Þannig að við getum sannarlega farið yfir stöðu þeirra líka á fundi bæjarráðs í umfjöllunum fjárreiður og tölulegar upplýsingar voru í því skjali sem þarna var sýnt og fjármálastjóri fór sannarlega yfir. Það var neðst í því skjali, þar var alveg sundurlega hver einasta framkvæmd og hversu háar upphæðir voru settar í þær framkvæmdir í janúar og í febrúar. Og okkur var líka sagt frá því að það væri ekki allir reikningar komnir fyrir þarna þegar við eigum þetta samtal 5. mars, en það er bara eðlilegt. Þannig að mér fann skýringar fjármálastjóra á þessum fundi. Það var ekkert óeðlilegt, svo það sé sagt hér við þau sem hér eru að hlusta. Það var ekkert óeðlilegt sem kom fram í þeim upplýsingum sem fjármálastjóri fór yfir og það er sannarlega hægt að taka það til skoðunar og bara með mjög jákvæðum hætti ef bæjarfulltrúum finnst eitthvað upp á vanta. Og við höfum líka gert það að reyna bara, þetta er auðvitað nýtt fyrir okkur líka, að taka þessa umræðu inn og þannig að við erum að læra af því og höfum verið að betrumbæta þetta ferli frá því við hófum það. Svo ég er bara ánægð með þær upplýsingar sem við fáum. Það var, eins og ég segi, ekkert athugavert, var engin flögg. Ef stjórn eignasjóðs, af því að ég veit að okkar helstu útgjöld snúa að því, að ef fulltrúar eignaumsýslu eða stjórnar eignasjóðs fá upplýsingar það að verkefni er að keyra fram úr, þá er því flaggað í stjórn eignasjóðs og fundargerðir stjórnar eignasjóðs koma alltaf inn til bæjarráðs og einnig hingað inn í bæjarstjórn. Þannig að það er ekkert óeðlilegt, engar áhyggjur að hafa og við erum innan eðlilegra marka. Það er kannski málið, að það var kannski ekki eitthvað sem var hægt að benda á. En sannarlega skulum við fá öll þau gögn sem að bæjarfulltrúar óska eftir. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég óska eftir að forseti biðji mig afsökunar á þessari athugasemd sem kom fram varðandi lengd bókunar. Þessi lengd, núna þennan stutta tíma meðan að formaður bæjarráðs var að svara mér, að þá kóperaði hann og peistaði í Word-skjal og taldi orðin og það eru fjöldi bókana frá Samfylkingu og fleirum sem hafa verið lengri, svipuð eða örlítið styttri. Þannig ég óska eftir afsökunarbeiðni. Ég hef lesið þetta ofrólega fyrir hana þar sem að þetta hefur tekið á langan tíma. Þetta voru ekki það löng bókun og ekkert óeðlilegt við þessa bókun. Þannig að ég óska eftir, í þriðja skiptið, ítreka ég óska eftir afsökunarbeiðni. Varðandi fjárreiður, ég á ekki til orð. Það er ljóst að allar stjórnir sem ég hef setið í, allar stjórnir sem að aðrir hafa setið í, eru bara að kunna ekkert að stýra fjármálum fyrirtækja. Aldrei. Fyrst að það er engin ástæða til þess að senda gögn áður. Að hægt sé að skoða fjárflæðisáætlun fram í tíman, skoða hvort það stemmi og svo framvegis, hvaða athugasemdir, hvaða spurningar, hvaða óskir vilja við setja fram, að það er bara að horfa á einhvern þylja upp allar þessar tölur af töflu eða af tölvu. Ég get ekki unnið svona og ég skil ekki af hverju allir aðrir hafa það fyrir reglu að gögn eiga að koma inn allavega 2 sólarhring fyrir fund, stundum viku fyrir fund ef hægt er, til þess að fólk geti kynnt sér það, til þess að fari fram vitræn umræða. Og að þykja það í lagi að það sé ekki ennþá komin inn gögn. Fjárflæðið, þar sem að við vorum í stóru vandræðum áður en stóru lántökurnar komu í kassan, finnst mér og var einmitt ástæða að við vorum öll sammála að við yrðum að setja þessa reglu upp. Til hvers erum við það að þessu? Varðandi
milljóna og milljarða fjárfestingar sveitarfélagsins, þá allavega lágmark að það sé tekið fyrir að þeirri nefnd sem ber ábyrgð á að halda utan fjárreiðu sveitarfélagsins. Að það hver framvinda. Það tók 6 mánuði að fá uppgjör á framkvæmdum sveitarfélagsins þegar við óskum eftir því. Ef þetta svona ljóst, þá sjálfsagt að renna yfir að því að það eingöngu verið að tala fjárhagslega hlutan, hvernig það stendur. Ef þetta allt í góðu, það allt í lagi, það bara fínt. Þá erum við allan að samfæna það. En það allan að lágmark þá, eða bara sleppa því að vera þá með fjárreiður fundi, ef að þið teljið bæjarfulltrúar meirihlutans að þetta sé allt í góðu. Að þetta þurfi ekki einu sinni að skoða þetta. En við getum þá allavega fengið að sitja eftir bæjarfulltrúar minnihlutans og sitja þá með fjármálastjóra og fara yfir þetta. Því að til þess að samfærast að hlutinni sé í lagi, þá verðum við að fá einhverja yfirferð. Þó að þetta sé fara yfir í eignasjónu, það bara allt öðruvísi yfirferð. En það var hugmyndin að setja þar inn sérstaka aðila sem hefðu góða yfirsýn á verklegum framkvæmdum. Fjármálahlutin líka ræddur og það vel. Og eignasjóðurinn hefur tekið framförum, en að bæjarráð ætli ekkert að fjalla það þykir mér sérstakt. Í meira lagi sagt. Já, virðulegi bæjarfulltrúar, ég sem forseti bæjarstjórnar vil kannski fá að útskýra mitt mál. Nú hefur verið komið til forseta alloft og gert athugasemd við lengd bókana bæjarfulltrúa. Forseti getur alveg fallist undir það að biðjast Margréti Sanders bæjarfulltrúa afsökunar ef að þetta hefur þótt móðgunargjarnt hér þar sem að forseti ræddi áðan. Forseti hefur farið yfir þetta áður á fundum út af því að í 32. grein bæjarmálasamþykktar segir skýrt að bæjarfulltrúa á rétt á að fá bóka stutta athugasemd. Nú höfum við í gegnum tíðina stundum bókað hátt í 3 blaðsíður og hér forseti bara að koma þeim til framfæri. Forseti biðst afsökunar ef Margrét Sanders hefur móðgast yfir því, en forseti hefur ljós máls á þessu áður. Það var það sem forseti átti við. En bara til að koma aðeins inn á þetta mál sem að mér finnst við vera að ræða aftur fjárhagsupplýsingar verklegra framkvæmda Reykjanesbæjar. Mér finnst talandinn vera þannig hjá minnihlutanum að ræða það aftur og gera það ferli tortryggilegt að einhverju leyti. Bara svo það sé sagt í þennan sal og í þessa útsendingu sem fólk að horfa á að þá lítið svo á að þetta sé í rauninni 2 mál, en allar upplýsingar sem að var vissulega beðið tóku einhverja mánuði. Það var verið að núvirða upphæðir frá mörgum árum aftur í tíman. Það var verið að safna saman öllum reikningum. Starfsfólki okkar í fullri vinnu alla daga, þannig að stundum taka svona svör tíma. En allar upplýsingar úr öllum reikningum, úr öllum framkvæmdum sem að beðið hér var svarað. Gögnin lágu fyrir í bæjarráði Reykjanesbæjar og voru tekin hér 2 á dagskrá bæjarstjórnar með 2 vikna millibili. Þannig að hér las forseti upp 2 alla framkvæmdir, allar tölur, allan framkvæmdakostnað, núvirtan kostnað og meðaltalskostnað við aðra framkvæmdir. Þannig að ef að það raunin að ætla að gera þetta tortryggilegt að einhverju leyti, að þá ég pínu bit, kæru bæjarfulltrúar. Við höfum rætt þessi mál í þaula, ef ég að skilja ykkur rétt. Út af því að gögnin lágu vissulega fyrir þar. Hvað varðar fjárreiðuna í bæjarráði, nú sat forseti ekki þennan bæjarráðsfund og ætla því ekki að fara að ræða þann fund hér, en að sjálfsögðu eðlilegt að biðja gögn fyrir fund, ekki nema aðstæður hafa heimilað það að þau hafa verið bara í vinnslu, sem að við sjáum líka oft, fólk að reyna að gera sitt besta, en að sjálfsögðu treystum við bæjarfulltrúunum okkar í að taka við fjárhagsgögnum sveitarfélagsins og rýna þau. Annað væri nóg eðlilegt.
Þannig að ef að þessar athugasemdir hafa vissulega komið fram í bæjarráði þá er bara alveg sjálfsagt að við bætum úr því. Það er bara mjög eðlilegt. Hér erum við öll bundin trúnaði við þetta sveitarfélag og það skulum við vera. En virðulegi bæjarfulltrúar, mér þykir leitt ef að ætlunin er sú að gera þennan meirihluta sem er að stýra Reykjanesbæ tortryggilegan fjárhagsupplýsingar. Þessi fjárreiðunefnd var sett á laggirnar til þess að við myndum rýna reksturinn oftar og nánar heldur en bara fyrir fjárhagsáætlun hvers árs. Það mætti miklu mótspyrnu hér í byrjun. Og nú er verið að ræða líka stjórn Eignasjóðs að það sé ekki nógu gott sem með fulltrúa allra flokka, sérfræðinga, byggingaaðila. Ekki nema við snúum stjórn Eignasjóðs á hvolf og setjum bara bæjarráð sem stjórnina þar. Ef það er ekki nóg að við tilnefnum okkar sérfræðinga þar inn og alla fundagerðir koma inn til bæjarráðs til sérstakrar umræður áður en hún ratar hingað inn í bæjarstjórn. Þannig að fyrirgefið, kæru bæjarfulltrúar, ég á erfitt með að átta mig á umræðunni hérna, en orðið er laust, fundagerð bæjarráðs. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég hafði nú ekki hugsað mér að ræða fjárreiður, en hér hefur verið, menn hafa nefnt hér framvindur og annað og hér kom nú bæjarfulltrúi Margrét Sanders inn á tímalengd í upplýsingagjöf. Sko, ef við erum að tala um framvindu verks, þá á að vera hægt að birta hana bara í hverju mánuði og það tekur engan tíma að ná henni út ef að utanumhaldið er í lagi. Ég þekki þetta sjálfur, ég vinn við þetta. Að framvindan verður bara að liggja alltaf fyrir. Þannig að ef ég vil fá stöðuna, þá á ég ekki að þurfa að bíða eftir henni, hún á bara að geta komið. Og það snýr ekki að því hvort að einhver sé að halda því fram að hlutinni séu ekki í lagi eða ekki. Þetta eru bara upplýsingar sem eiga alltaf að liggja fyrir. En ég ætlaði að koma hér undir máli 1 frá fundagerð bæjarráðs frá 12. mars, stjórn Bílastæðasjóðs. Ég hef nú komið hér áður og rætt málefni Bílastæðasjóðs og Sjálfstæðisflokkurinn áður lýst áhyggjum sínum yfir tilgangi sjóðsins eða hvernig verður farið með þær valdheimildir sem sjóðurinn kemur til með að fá. Það hefur alltaf verið skilning okkar og túlkun að aðalforsenda fyrir stofnun Bílastæðasjóðs væri að fá úrræði til að stemma stigu við þeim faratækjum og bifreiðum sem eru lögð ólöglega eða jafnvel einnig til lengri tíma í bifreiðastæðum sem ekki eru ætluð til þess. Þetta er vandamál sem við íbúar og fyrirtækjaeigendur hér í Reykjanesbæ þekkjum vel. En við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokkin, við samþykjum lið 1 þar sem við teljum brýnt að þessar heimildir fáist til þess að fá þessi úrræði í málum en lýsum jafnframt áhyggjum tilgang eða framkvæmd sjóðsins og að hann verði hvorki notaður til að þrengja að notkun einkabílsins eða til að auka gjaldheimtu á íbúa bæjarfélagsins. Það er mikilvægt að þessi sjóður nýtist okkur í þessi vandamál sem við höfum hort upp á hér til margra ára. Því leggjum við fram eftirfarandi bókun. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekum þá afstöðu okkar að Bílastæðasjóður Reykjanesbæjar verði ekki að tekjuöflunarfyrirtæki fyrir bæjarsjóð og ekki íþykjandi fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Markmið sjóðsins sé að stemma stigu við ólöglega lögðum farartækjum og þeim farartækjum sem lagt er til lengri tíma í bílastæði sem ekki eru til þess ætluð í óþökk íbúa og fyrirtækja í Reykjanesbæ. Undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson, Alexander Ragnarsson
og Margrét Þórarinsdóttir Sjálfstæðisflokki. Takk fyrir. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér fara að líða núna pínlítið eins og við séum alltaf að tala sömu hlutina aftur og mér finnst leiðilegt að endurtaka mig og mér finnst eins og þegar við fengum heilbrigðiseftirlitið fyrir hvort það var ekki bara síðasti fundur eða fyrir 2 fundum síðan, þá ræddum við þetta líka, þá fór ég líka upp. Af því að ætla kannski að byrja að fá að tjá mig aðeins það sem hér var sagt var þetta bílastæðasjóð, að ég hef sagt aftur og biðst afsökunar á að vera að endurtaka mig að það stendur ekki til að fara að leggja bílastæðagjöld á almenn stæði eða íbúa, ekki auknar álögur á íbúa. Við erum að ræða akkurat það að við séum að koma í veg fyrir að bílum sé hér lagt ólöglega, reyna að gera það fyrir það að spenntir ferðalangar sem eru á leiðinni til Tene í 3 vikur stoppa einhvers staðar og geymi bílana sína og skreppa bara og þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að greiða fyrir bílastæði við flugstöðina eða taka leigubíl hvaðan sem þau eru að koma. Þannig að mér langar enn á ný að biðja bæjarfulltrúa að vera rólegir en að biðja íbúa hins vegar að vera bara alveg láta þessar áhyggjur algjörlega framhjá sér fara af því að við erum ekkert á þessari vegferð. En og það ættu öll að vera alveg með það á tæru af hverju við erum að fjalla þetta í fyrsta lagi. Af hverju bílastæðasjóður var settur á laggirnar upprunalega. Við erum ekki að tala að fara að setja gjaldskyld svæði fyrir utan heimili eða verslanir á Hafnargötunni eða verslunarmiðstöðvar eða eitthvað slíkt. Við erum einmitt að búa okkur til verkfæri þar sem við getum komið í veg fyrir að þetta valdi okkur ónæði. Þannig bara en mér finnst eins og ég sé að segja það sama og ég sagði síðast undir þessu máli. Guð blessi þig. Að þessu sögðu þá annað sem mér finnst líka vera endurtekið hér og ég veit ekki hvort það bara því að við náum ekki að útskýra það nægilega vel eða hvort bæjarfulltrúar ná ekki að kynna sér þau gögn sem ég er ítrekað að reyna að vísa í. Ég skil það að nú fáum við gögn frá fjármálastjóra fyrir næstu umræðu fjárreiður og ég skil að það við farið fram hjá þeim sem sátu í bæjarráði að neðst í skjalinu fór fjármálastjóri sannarlega yfir það hversu miklu hafði verið varið í verkefni í janúar og febrúar. Það var það sem lá fyrir. Það var alveg sundurlega. Það stóð, og ég man þetta, það stóð Myllubakkaskóli og svo upphæði janúar, upphæði febrúar. Og ég veit að hér er bara hlegið, en ég var bara á þessum sama fundi og ég ætla bara ekkert að taka því af því að sömu gögn er að finna undir fundagögnum stjórnar Eignasjóðs þar sem staða kostnaður og framkvæmda glæra 6 Myllubakkaskóla. Fjárhagsrammi, kostnaður úthlutun 2026, 971 milljón í framkvæmd, ráðgjöf, búnað og lóð. Bókaður kostnaður í kerfi Reykjanesbæjar þann 13. febrúar í allt 115 milljónir. Í samþykkta ferli frá verkumsjón 40–50 milljónir. Áætlað að fara í kerfið í febrúar. Samtals skuldbindingar í febrúar bókað pluss væntanlegt 155 milljónir. Farið yfir hvað var verið að framkvæma fyrir þetta fjármagn og það er þarna allt í glærunum fyrir ofan. Sama er að ræða varandi aðra framkvæmdir eins og til dæmis Holtaskóla. Það er hægt að sjá nákvæmlega hver fjárheimildin var. Eignaumsýslan veit það, þeir mega aldrei fara út fyrir fjárheimildir. Við fengum í fjárhagsáætlunarvinnunni, þá fengum við 12 mánaða áætlun þar sem að deildarstjóri eignaumsýslu fór yfir nákvæmlega hversu miklu fjármagni yrði varið í hverju mánuði í hvaða verkefni. Það var blessað af fjármálastjóra út frá bara því fjárflæði sem við fáum inn til sveitarfélagsins til þess að tryggja það að við værum ekki að framkvæma umfram það fjármagn sem við fáum. Og ég skil
ég skil það að það búið að gagnrýna, við viljum fá gögnin fyrir fjárreiðu umræðurnar, ekkert mál, því var komið til skila, þau gögn munu koma, þessar upplýsingar aðrar liggja hérna fyrir. Þannig að mér líður pínlítið eins og ég sé hérna í myndinni Groundhog Day. Margrét Sanders kemur hér í andsvör í þriðja sinn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, þetta í þriðja skipti sem ég kem upp en inn í annað skipti í andsvör. En ég man ekki hvernig bæjarmálasamtæktin ég held að sé nú þannig að ég megi bara koma tvisvar en þakka þá forseta fyrir að hleypa mér upp aftur. Alveg eru þið auðlesin, kæru bæjarfulltrúar. Áður en formaður bæjarráðs kom upp, þá fletti ég mitt upp fundargerð Eignasjóðs að því ég vissi hvað kæmi, talandi eitthvað. Þess vegna segi ég, til hvers erum við með fjárreiðu á dagskrá ef að þetta bara ljóst. Á 27. fundi stjórnar Eignasjóðs sem tekið var fyrir í bæjarráði minni með 19. febrúar talað Myllubakkaskóli, staða framkvæmd á áætlun 2026. Og svo opnar maður glærur frá, og það þannig að þetta vinnuskjal fyrir Hrein Ágúst, frambjóðanda, og þar kemur bara, hérna mynd af skólanum, hérna verksvæði og verkáfangar, þetta frábærar glærur, þetta mjög vel sett upp. Það teiknaðar framkvæmdir, sýna hvernig frammyndan og þetta svona verklega framkvæmdir. Síðan kemur ein glæra sem að háttvirtur formaður bæjarráðs las upp áðan sem að stendur staða kostnaðar og framkvæmda Myllubakkaskóli 2026. Framkvæmda áherslur, áhrif bráðabirgðahúsnæðis og svo framvegis og svo kostnaðar úthlutun og eitthvað svoleiðis. Þetta sett á svona í texta og mjög vel gert, ekkert af þessu. Síðan í sömu fundargerð frá einmitt eftirlitsaðila, Holtaskóli, kostnaður og að sama mynd og vinnuskjal og alls konar og ein glæra þar sem að kemur fram með þetta og út febrúar. Það vel og ég hef meira að segja hælti að þetta þó miklu betra en verið hefur. En ekkert eðlilegt, eitthvað óeðlilegt við það að óska eftir að fjárreiðufundirnir að þar sé safnað saman þessum upplýsingum. Þetta sett bara upp áætlun, raunkostnaður, áætlun, raunkostnaður, áætlun, raunkostnaður og þetta sé framvinda á hverjum einasta mánuði. En það stutt í kosningar og ég vona allavega að næsta bæjarstjórn, hver sem í meirihluta, taki þetta föstum tökum því að ég ætla ekki að vera með fjármál 101 hérna í pontu frekar. Takk. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Velkomin aftur á fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Hér erum við komin aftur eftir stutt hlé og meirihluti bæjarstjórnar vill leggja fram eftirfarandi bókun. Bílastæðasjóður fyrst og fremst hugsað sem auki eftirlit með bílum í sveitarfélaginu okkar sem lagðir eru ólöglega og til lengri tíma. Það hefur sína kosti og galla að búa í sveitarfélagi við hlið alþjóðaflugvallar. Sjóðurinn ekki hugsaður sem tekjulind fyrir sveitarfélagið. Fyrirhugað að stöðuvörður hafi einnig eftirlit með gámum og númerslausum bifreiðum í sveitarfélaginu. Aftur, bílastæðasjóður ekki hugsað sem tekjulind og algjörlega ljóst að ekki verða lagðar á auknar álögur á íbúa né skapað sérstök bílastæðagjaldsvæði í Reykjanesbæ. Og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Nú, við erum ennþá hér að ræða fundagerðir bæjarráðs, kæru bæjarfulltrúar, ef að fleiri vilja kveða sér hljóðs undir þeim fundagerðum. Guðbergur Reynisson, ertu að koma í sérstakt andsvar Margrét Sanders í fjórða sinn? Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Kannski hefði Guðbergur Reynisson bæjarfulltrúar átt að koma undan af því að hann ætlar að lesa eins úr bæjarmálasamþykkt. En varðandi bílastæðasjóð, þá var þetta bara ítrekun í okkur. Þetta var ekki verið að segja að það væri einhverjir annarlegir hlutir að gerast hjá meirihlutanum, en við erum bara að benda á að það skiptir miklu máli að það sé algjörlega skýrt hvað erum við að samþykkja og við erum að samþykkja bílastæðasjóðsreglurnar og að setja af stað bílastæðasjóð með því fororði þetta sé ekki skattlagning á bæjarbúa. Það var bara það sem við erum að gera. Þannig að það sé alveg á hreinu. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Meirihlutin vildi líka vera skýr í málinu. Gjörðu svo vel, Guðbergur, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar. Mjög góð bókun hjá meirihlutanum. Það gott að bæjarfulltrúi Alexander hafi verið búin að brýna ykkur, þannig að þið þyrftuð að koma með þá bókun. Þetta verður að passa upp á íbúana í þessu bílastæðamáli. Mín 5 cent í bæjarmála samþykktar umræðuna áðan. Ég rúlaði svona aðeins yfir hana á hlaupum. Að því að hér rætt að við eigum að stytta mál okkar í bókunum og eitt og annað þá rendi ég yfir og ég fer í 25. grein bæjarmálasamþykktar þar sem segir að bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hvern dagskrárlið. Heimilt þó bæjarfulltrúi að taka ofta til máls til að bera sér ámæli, til að gera athugasemd fundastjórn forseta og ef forseti heimilar það. Bæjarstjóri og flutningsmaður tillögu eða framsögumaður, talsmaður flutningsmanna, mega þó tala oftar en tvisvar við hvern dagskrárlið. Það var kannski ekki hægt að vita hvað þýðir þetta. Ekki sá sem ber fram bókun þá líka talsmaður flutningsmanna og framsögumaður. Svo fór ég í 27. grein og þar stendur að telji forseti umræðu dragast úr hófi fram, getur hann ákveðið að ræðutími hvers bæjarfulltrúa verði takmarkaður. Samt stendur þarna að ekki má þó takmarka umræðu mál svo hann standi skemur en 2 klukkustundir. Mér finnst það nú vel í lagt, þannig að þessar stuttu bókanir sem við erum að gera eru nú kannski ekki nema nokkra mínútur og umræður fjárhagsáætlun eru ekki háðar ákvæðum þessara greinar. Við erum með þetta að ræða fjárhagsáætlun svona á ská. Jæja, ok. 37. grein og ég teka fram að ég að hlaupa yfir þetta hérna. Vegna starfa sinna í bæjarstjórn skal sérhver bæjarfulltrúi eiga rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrir liggja í stjórnsýslu bæjarfélagsins og varða málefni sem komi geta til umfjöllunar í bæjarstjórn. Og þess vegna mjög erfitt ef að gögnin að berast 5 mínútum eftir að menn mættir á fund. Þannig að þess vegna erum við auðvitað að kvabba.
Og á 37. grein þá stendur að bæjarfulltrúi á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd afstöðu sína til þeirra mála sem til umræðu eru í bæjarstjórn. Þarna þyrfti kannski að bæta við hvernig eru stuttar bókanir. Hvað stutt bókun? Hún 5 blaðsíður eða hún 6 setningar eða hún bara 1 setning? Við þurfum kannski að vera svolítið með það á hreinu. Þannig framar sá ég að þetta var tekið aftur fyrir, eða ekki, þarna á undan, inn í einni greininni. Hvernig var þetta? Allavega þetta með að tala tvisvar, ég skil það þannig að sá sem að koma með bókunina hérna upp í pontu, hann megi tala oftar. Og þetta þarf þá kannski aðeins að skýra betur í bæjarmála samþykktinni. Hversu oft máttu tala, hvað eru bókanir langar eða stuttar. Og ég get ekki séð að forseti megi svo tala hvert mál á milli allra sem tala. Hversu oft talar forseti? Við þurfum kannski aðeins að fara að telja það. En við þurfum greinilega að fara aðeins yfir bæjarmála samþykktina. Virðulega bæjarstjórn Reykjanesbæjar, sem forseti ætla ég að fá að svara bæjarfulltrúa Guðbjörgu Reynissyni. Þetta var bara fín yfirferð, kæri bæjarfulltrúi, og hér eru uppástungur ýmis atriði sem að skoða betur í bæjarmála samþykkt og það er fínt að þú gerir það sem varaforseti bæjarstjórnar. Þannig að við skulum halda því til haga. Það er algjörlega fullkomlega eðlilegt að gera athugasemdir við fundarstjórn forseta sem að hér að fara eftir eina löglega plagginu sem að liggur fyrir fundinum og það er umrædd bæjarmála samþykkt. Hér var vísað í stutta bókaðar samþykktir sem að kemur skýrt fram í samþykktinni. Varðandi það að forseti má tala, það er engin takmörk á talsmáta forseta, það liggur ekki fyrir í bæjarmála samþykkt, en það er hins vegar heimild til umræðna hér í þessum sal til þess að umræður dragist ekki á langinn. Þið hafið öll fylgst með Alþingi okkar Íslendinga og þar er ljós sem að blikkaði. Þú hefur bara ákveðin tímaramma. Þér er ekki heimilt að tala út í það óendanlega. Það er ekki reyndin hér en forseti hefur það vald að geta tæmt umræðu sé hún gengin fram úr sér og hér er almennt talað að hver bæjarfulltrúi geti farið 2 sinnum upp undir hverri fundargerð og oftar forseti heimilar það. Og hér forseti að reyna að rýna í gagni sem er löglegt hér fyrir framan okkur. Vissulega má gagnrýna hvað stendur í því, en það er þá ábyrgð forseta ásamt bæjarlögmanni að leiðrétta það eða uppfæra. Til að svara hér varðandi gögnin, ég veit ekki betur en að bæði forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs hafi tekið undir það að vissulega sé betra að þessi fjárreiðugögn hafi verið fyrir fundinum og formaður bæjarráðs fór hér upp áðan og tjáði að fjármálastjóri hafi farið með þær upplýsingar af fundinum, að það hefði verið betra að fá þau fyrirfram, þannig að ég veit ekki betur en að það hafi verið ávarpað. Svo það sé svarað aftur einnig. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir að fá að koma hér upp. Ég held að ég sé að koma í 3. sinn, en mig langar bara aðeins. Og ég ætla líka að segja virðulega bæjarstjórn. Við erum á þeim tímapunkti núna að ég finn að það er einhver skjálfti og ég veit að það hefur ekki mátt ræða það sem er að koma og ég ætla ekki að minnast neitt á það. Það skiptir bara öllu máli að bæjarstjórn sé starfhæf, að við séum hér að takast á efnislega þau mál sem eru hér til umfjöllunar. Við tökum sannarlega til greina það sem að betur má fara og ég held að það hafi að vona að það hafi verið mjög skýrt hérna áðan að við tökum það sannarlega með okkur og
Þær athugasemdir komu sannarlega til skila á síðasta bæjarráðsfundi þegar fjallað var fjárreiður. En mig langar að biðla til okkar allra hér að fjalla málin efnislega, að við séum ekki að smætta hér hvert annað, láta ljós okkar skína skærar á kostnað annara, deyfa ljós annara svo okkar ljós skíni skærar. Við erum betri en það. Og þetta og ég veit, hér dæst og það allt saman, þú veist, það skiptir ekki máli. Við skuldum íbúum okkar það að við förum hér yfir málin, við tökumst á af því við höfum sannarlega mismunandi skoðun og sýn á hlutina og þetta á ekki bara við þau mál sem við erum ennþá hér í fyrsta fundalið. Ef þetta það sem koma skal, að þá það ekki okkur til framdráttar. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, örstutt hérna sem að ég langar aðeins að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Halldóru Fríða sagði hér áðan það að ég væri að endurtaka mig. Já, ég var að endurtaka mig. Ég tók það fram í máli mínu að ég væri að endurtaka það sem ég væri búin að ræða áður og þetta bara mál sem að ég hef haft og við höfum svona haft aðeins smá áhyggjur af en hér kom held ég ágætis bókun sem kannski svaraði ýmsu af því sem að ég var að endurtaka mig með og það bara vel þannig að ég ætlaði bara að koma þessu aðeins á framfæri. Já, þetta var endurtekning og hún var með tilgangi. Orðið laust, kæru bæjarfulltrúar, fundargerðir bæjarráðs. Hér sér forseti ekki fleiri hendur, þess að samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skýða þess merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að öðru máli á dagskrá fundarins. Það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars síðastliðnum. Og að venju, kæru bæjarfulltrúar, þá hefjum við umfjöllun okkar þau sértækumál sem þarf að samþykkja sérstaklega og hefur forseti yfirferð á þeim málum. Nú við byrjum á máli nr. 3, Bergvegur 11. Í þessu máli sótt byggingarleyfi í umfangsflokki 2 fyrir einbýlishús. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi hámarks byggingarmagn 160 fermetrar, lóðastærð 400 fermetrar og nýtingarhlutfall 0,4. Hér verið að óska eftir að nýtingarhlutfalli verði hækkað í 0,5 og með því auki byggingarmagn á lóð í 196,5 fermetra. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir hér erindi með fyrirvarandi grenndarkynningu án athugasemda og samþykkir einnig að stytta tímabil grenndarkynningar, en orðið laust mál nr. 3. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs til þess að samþykkja þetta máli vinsamlega skífumerki og það samþykkt hér af öllum greiddum atkvæðum. Nú næst það mál nr. 4, Akademíu Reitur framtíðarsýn. Í þessu máli Reykjanesbær að leggja fram drög að uppskiptingu lóðar fyrir Akademíu Reitin okkar svokallaða að Sunnubraut 35. Hér umhverfis- og skipulagsráð ekki sammála málið en samþykkir það með 3 atkvæðum gegn 2 að breyta lóðamörkunum samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Orðið laust mál nr. 4. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, eins og sést í fundargerðinni að þá sátu við fulltrúar kusum við fulltrúar Sjálfstæðisflokks á móti og ég kem hér undir þessum, þetta reyndar ekki liður 2 en þetta liður 4 í umhverfis- og skipulagsráði. Og við fulltrúar Sjálfstæðisflokks í umhverfis- og skipulagsráði greiddum atkvæði gegn tillögum breytt lóðamörk á Akademíu Reit. Að ræða eitt stærsta og mikilvægasta skipulagsmál sveitarfélagsins. Að okkar mati máli keyrt áfram með of miklum hraða án þess að nauðsynlegar forsendur liggi fyrir. Við höfum ítrekað kallað eftir heildstæðri umferðarlausn og skýrum svörum fyrirkomulag bílastæða en án fullnægjandi viðbragða
og ekki forsvaranlegt að taka ákvarðanir af þessari stærðargráðu án þess að slík grunnatriði liggi skýrt fyrir. Við leggjum áherslu á að hér ekki verið að tefja framkvæmdir heldur að tryggja að þær séu byggðar á réttum forsendum og vandaðri málsmeðferð. Slík vinnubrögð samræmast ekki góðri stjórnsýslu og ég óska að þetta verði bókað og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, auðvitað allir bæjarfulltrúar, fyrir ekki að ég glemti því, og þau eru í Sjálfstæðisflokki. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, þetta fjórða mál, þetta farið að vera svona allt undarlegasta mál, svo ekki sem sagt. Starfshópur hefur unnið lengi að þessu verkefni sem hefur núna verið í vinnslu frá því snemma á þessu kjörtímabili. Þannig að hér erum við ekki að gera neitt annað en að vanda vinnubrögðin. Við erum búin að vinna að þessu mjög lengi. Við fórum á stað í þetta verkefni, skipuðum þennan starfshóp þar sem sitja fulltrúar meiri og minnihluta, auk embættisfólks af umhverfis- og framkvæmdasviði, því við vildum vanda okkur. Það urðu smávægilega breytingar og fulltrúa minnihluta í hópnum en bæjarfulltrúi Guðbergur Reynisson situr í starfshópnum. Ég geri það líka sem formaður bæjarráðs og það urðu smávægilega breytingar þar á þegar við þurftum að leysa önnur embætti og formaður umhverfis- og skipulagsráðs. En kannski svona bara aðeins til þess að fara yfir forsöguna þá fáum við loksins að þróa þennan reit. Hann í eigu ríkisins og það taldist nú til tíðinda þegar við fengum samkomulag það að við getum sannarlega fengið tekjur líka inn af þessum reit og megum þróan af því að fjármálaráðuneytið var ekki til samtals það hér á sínum tíma. En eftir að við fengum það samkomulag þá réðum við til okkar fagfólk, ráðgjafa frá Alta og þetta fer allt í gegnum starfshópinn og við vildum fá þau með okkur til að móta þessa stóru mynd í verkefninu og við héldum hér, eða þau héldu fyrir okkur, marga fundi, við vorum fundi líka kjörni fulltrúar og vinnustofur og slíkt, send var út könnun til íbúa og Alta nýtti meðal annars umferðargreiningar og önnur gögn og vann mjög nái með starfsfólkinu okkar á umhverfis- og framkvæmdasviði af því að það var talið bara mjög mikilvægt að nýta gögn og upplýsingar, þekkingu til þess að sjá hvað myndi henta þessu best, þessu verkefni. Og ég bara mjög ánægð með þessa vinnu, hún var vel unnin og við leituðum leiða til þess að ná til sem flestra og úr varða við vorum þá komið með þessa stóru mynd sem akkerið og næstu skrif voru því eðlilega að fara að vinna okkur niður í það hvaða þætti við þyrftum að tryggja til að geta haldið þessari vinnu áfram. Og þeir sneru meðal annars að því hvernig lóðirnar myndu líta út. Við vitum að þetta verkefni mun taka mörg ár. Þannig að við erum ekki á neinni hraðferð en við þurfum sannarlega að ákveða það hvernig lóðirnar líti út. Og það voru akkurat þær tillögur sem komu fram að það yrðu næstu skref. Í minnisblaði frá starfshópnum sem ég siti í með bæjarfulltrúa Guðbergi og bæjarfulltrúa Róberti sem fulltrúa pólitíkurinnar. Þar eru nöfn okkar í undirskrift erindis sem við gerðum ekki athugasemdir við sem dagsett 19. febrúar 2026 og var tekið fyrir í bæjarráði. Og mig langar með leyfi forseta að bara aðeins að fara inn í efni sem minnisblaðið fjallaði næstu skref í þessu verkefni. Og þar var sérstaklega tekið fram að afmarka svæði, stofna lóðir, skrifa skilmálalýsing og aðra útboðsskilmála fyrir hvert reit og gera klárt fyrir útboð á reitunum. Búið var að gera drög að afmörkun svæðisins sem hópurinn hafði staðfest sem var fylgiskjal 1 og fylgir með undir fundagögnum málsins og þessi lóða skjóti hér inn í það hefur ekkert breyst. Og með þessu var komið gróf uppsetning með stærðum sem verður notað sem grunnur útboði en ítarlegri lóðamörk verða svo skilgreind í deiliskipulagi.
Og það var eining, ef lestur er lokið, en það var eining í starfshópnum að við gerðum ekki athugasemdir við lóðirnar sem slíkar. Við vorum sammála svæðið og lóðirnar, en vegna fyrri umræðu umferð í kringum svæðið og bílastæðamál og annað, að þá sameinuðumst við samt sem áður það að leggja áherslu á það framhaldið yrði unnið með miklu tilliti til umferðaröryggis og út frá umferðargreiningum. Þannig að við gerðum, það var alveg skýrt að við vildum öll leggja áherslu á það. Lóðirnar voru í lagi og en varðandi nánari vinnslu í verkefninu þegar kemur að skipulaginu, að þá lögðum við áherslu á þetta. Og ég skil ekki betur að á þessum fundi sem var bara framhald á verkefnum starfshópsins, af því að já, við vildum fá verðmat á akademíuna, við vildum að lóðirnar yrðu skilgreindar og síðan ætluðum við okkur að fara og kanna það hverjir getur unni með okkur að svona risastóru verkefni sem mun, eins og ég sagði áðan, taka okkur einhver ár. Í þessu máli sem við erum að tala um hér, þá var einungis verið að fjalla lóðirnar og ég skil þetta ekki alveg. Ég ætla að reyna að draga þetta saman Fulltrúi minnihluta situr í starfshópi, tekur þátt í umfjöllun, samþykkir tillögur án athugasemda, nafn hans skrifað undir niðurstöðuna, svo greiðir hann atkvæði gegn eigin tillögu í nefnd og lýsir sig svo hér eftir, ef ég skildi þetta rétt, lýsir sig alfarið andvígan hans eigins tillögu í bæjarstjórn sem bæjarfulltrúi Guðbergur las hérna upp. Þannig að forseti, mér finnst pínulítið erfitt að horfa fram hjá því ósamræmi sem hér blasir við. Sko að taka þátt í vinnslunni, samþykkja tillögur, leggja þær jafnvel fram og svo þegar kemur að formlegri afgreiðslu þá snúaði sig við og greiða atkvæði gegn eigin tillögu. Þannig að þegar ekkert hefur breyst í málinu þá skil ég ekki þennan viðsnúning og af þessum sökum þá vil ég lesa hér upp bókun sem meirihluti vill leggja fram sem eftirfarandi. Starfshópur Akademíureits fundaði 25. febrúar og ræddi næstu skref í verkefninu eins og hópnum var falið á fundi bæjarráðs þann 19. febrúar síðastliðinn þegar minnisblað starfshópsins var lagt fram með tillögu hópsins að breyttum lóðamörkum sem unnar voru í janúar. Guðbergur Reynisson, bæjarfulltrúi og fulltrúi minnihluta gerði engar athugasemdir við tillögun í janúar en mætti ekki á fund starfshópsins 25. febrúar. Formaður bæjarráðs hringdi í fulltrúa minnihlutafundinum og var hann þá farin út á bænum, afsakaði að fundarboðið færi fram hjá honum en samþykkti að fá senda fundapunkta og ræddi við formann bæjarráðs í síma seinna þann dag til að fá nánari upplýsingar það sem fram fór. Á fundinum var meðal annars aftur rætt að afmarka þyrfti svæði sem heildarverkefni nær utanum og að breyta lóðamörkum eins og áður hafi verið samþykkt svo þau samræmist verkefninu. Gerði fulltrúi minnihluta ekki athugasemdir við það. Það skýtur því skökku við að fulltrúi minnihluti í starfshópnum greiðir atkvæði gegn óbreyttri tillögu sem viðkomandi hafi samþykkt og rýri það í okkar huga einungis traust til ákvarðanatöku fulltrúans þar sem vinnsla máls samþykkt á lokuðum vinnufundum en síðar greiði fulltrúin atkvæði gegn eigin tillögu á nefndarfundi og bókar gegn henni á bæjarstjórnarfundi þegar ekkert í málinu hefur breyst. Starfshópurinn var sammála svæðið og lóðirnar en vegna fyrri umræðu umferð í kringum svæðið sameinaðist hópurinn að leggja áherslu á framhald verkefnisins yrði unnið með tilliti til umferðaröryggis og út frá umferðargreiningum. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar meirihluta. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, nú var ég tekinn. Ég sitt í þessum hópi, það er alveg klárt og þetta fundarboð fór fram hjá mér. Ég held að ég sé búinn að sitja 2 fundi með þessum starfshópi og mér var þar tilkynnt að á síðasta fundi þar sem ég mætti, þar var tilkynnt að störfi þessa hóps væri nánast lokið af því að það þyrfti að fá ráðgjafa inn og aðalumræðan þar var að fá fjármagn eða fá tilboð í hversu mikið myndi kosta að fá þessa ráðgjafa inn
og umræðan var að það þyrfti að skipta þessum lóðum niður en það ætti að leggja mesta áherslu á þessi 2 svæði norðar á Akademíureitnum. Og ég hef alltaf í þessum hópi talað að ég hefði áhyggjur af umferðarmálunum þarna í kring og þéttingunni og þessum bílastæðamálum og var í fyrsta skipti á þessum umhverfis- og skipulagsfundi að sjá teikningar af því hvernig ætti að skipta upp þessum reit. Þetta var ég ekki á fundinum þar sem að þið greinilega ræddu það en ég veit ekki hvort þú sendir mér mynd af því. Ég hefði þá verið búinn að sjá það. En allavega allir sem voru á fundinum og undan þessum fundi eða hvort það voru eftir, þá koma undirritanir þeirra sem eru í þessu ráði eða þessum hóp og þú fyrirgefur mér bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, en þú varst jafn hissa og ég á því að við værum undirrituð undir tillögur sem við vorum ekki búin að sjá almennilega og við vorum ekki búin að samþykkja. Þannig að, já, allavega bæjarfulltrúi Róbert, þú varst sammála því að það var mjög skrítið að sjá tillögur upp á skjá og ég eiginlega svona, já, þetta er náttúrulega starfshópur sem ekki með fundagerðir þannig að það var ekki hægt að bóka neitt eða það er ekki neitt kannski skrifað hvað er verið að ræða, það var ekki ritari þarna með, en ok, við höfum alltaf verið á móti þessum umferðarmálum og ég er nokkru sinnum búin að leggja það til að við byrjum á þessum nyrðri hluta fyrst og hef ekki skilið af hverju við getum ekki fengið verðmat á akademíuna fyrir að það er búið að skipta upp öllum þessum lóðum og ákveða eitthvað. Vandamálið er að ef við skiptum upp lóðunum og ákveðum að þá verður það ekki tekið tilbaka. Ég held við að vinna þetta betur áður en við förum að skipta lóðunum. Þess vegna erum við að bóka þetta. En ég biðst afsökunar á því að ég missti af þessum fundi þar sem greinilega var þetta allt ákveðið. En ég fékk fundagerð af þeim fundi og þar kom ekki fram þessi lóðaskipting, heldur ætti að kynna drög að lóðaskiptingu og ég hélt að það yrði gert í hópnum áður en það væri gert í umhverfis- og skipulagsráði sem að myndi þá leggja blessun sín á það. Þess vegna kusum við á móti því. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já. Ég get bara hreinlega ekki látið það líða hjá að lýsa undrun minni á þeirri framsetningu sem hér hefur komið fram. Það er einfaldlega ekki rétt að málið hafi fengið fullnægjandi og vandaða málsmeðferð. Við allavega í Sjálfstæðisflokknum teljum svo ekki vera. En hefur ekki verið svarað með fullnægjandi hætti hvað varðar umferðarmál og umferðargreiningu sem er grundvallar þáttur í svo umfangsmiklu skipulagsmáli. Að fara af stað með breytingar af þessari stærðargráðu án þess að slík greining liggi fyrir er að mínum mati ekki forsvaranleg. Og ef meirihluti telur að slík vinnubrögð standist kröfum góða stjórnsýslu þá er ég bara því alfarið ósammála. Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið með bókanir og óskað eftir svörum. Með leyfi forseta, þá langar mig að fara yfir þessar spurningar sem við óskuðum svara við og höfum ekki fengið ennþá. Heildstæð kostnaðargreining verkefnisins, það sem talin kostnaðar við ráðgjöf, skipulagsvinnu, útboðsferli og annan undirbúning. Skýr markmið sveitarfélagsins gagnvart fjárfestum og viðmiðum verðmæti við sölu byggingaréttar og fasteigna. Forgangsröðun verkefna og skýr umboð starfshópa þannig að pólitísk ábyrgð og verkaskipting séu ljós. Regluleg upplýsingagjöf til bæjarráðs og bæjarstjórnar á meðan undirbúningu stendur yfir. Að tryggt verði virt samráð við helstu hagsaðila á svæðinu, þar á meðal íþróttafélög sem nýta Reykjaneshöllina og eigendur fasteigna á svæðinu, áður en tekið verður endanleg skref varðandi útboð og uppbyggingu. Við höfum ekki ennþá fengið svar við þessum spurningum okkar. Við í Sjálfstæðisflokknum teljum að markmið er að tryggja faglegan undirbúning. Þannig vinnum við. Faglegan undirbúning, gagnsæi
og verðmæti í eigu íbúa Reykjanesar séu meðhöndluð af ábyrgð áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar. Og ég ítreka, við höfum ekki fengið nein svör. Og hér erum við að tala um umferðargreiningu. Hvar er þessi umferðargreining sem við erum búin að ræða hér oftar en einu sinni? Þannig ég óska eftir að fá svör með þessum spurningum mínum enn og aftur sem við höfum þegar búin að bóka. Takk. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Ég sagði nafnið þitt. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Miðvikudaginn, nei þetta er ekki miðvikudagur, afsakið, 13. janúar. Dagurinn er 13. janúar. Það er þriðjudagur. Klukkan 10:04. Þá sendir Erla Bjarný Gunnarsdóttir sem hefur haldið utan vinnu Akademíureitsins tölvupóst. Þriðjudag 13. janúar 2026, 10:04. Viðtakendur eru sú sem hér stendur, Guðbergur Ingólfur Reynisson, Gunnar Kristinn Ottosson, Róbert Jóhann Guðmundsson og í CC í póstinum eru Kjartan Már Kjartansson og Guðlaugur H. Sigurjónsson. Minnisblað. Það hafði mér reyndar komið áður en það var yfirlesið, þá kemur það mánudaginn 12. janúar klukkan 13:12, svo uppfærði Erla Bjarný minnisblaðið. Þetta minnisblað heitir Akademíureitur EBG og á blaðsíðu 2 er texti með leyfi forseta. Á meðfylgjandi mynd er svo uppskipting á svæðinu sem starfshópur Akademíureitsins leggur til eftir síðasta samtal. Og það er nákvæmlega sama lóða uppskipting eins og fór fyrir umhverfis- og skipulagsráð á föstudag, mögulega í síðustu viku sem við erum að taka hér til umfjöllunar. Þannig að ég sendi ekkert, þetta er ekki mín ákvörðun, þetta er vinna sem var unnin af ráðgjöfum. Ég er ekkert hissa á þessari lóðauppbrunn. Við erum búin að leggja, þetta er í dag 17. mars, þannig að við erum búin að vera með þetta í 2 mánuði í höndunum. Þannig að, og gerðum engar athugasemdir. Þannig ég vildi bara að það kæmi skýrt fram. Minnisblað 13. janúar sent á allan starfshópinn, sviðstjóra, bæjarstjóra og starfsmenn og tekið fyrir í bæjaráði á 5. þar á eftir sem var sennilega 15. janúar til umfjöllunar, þar sem að bæjaráð hefur verið með þetta til umfjöllunar af því að Erla Bjarný, lögfræðingur á umhverfis- og skipulagsframkvæmdasviði og Gunnar Ottosson, skipulagsfulltrúi, hafa haldið á verkefninu og verið mjög duglega að koma upplýsa okkur ef einhver framgangur hefur orðið í verkefninu sjálfu. Þannig að þessi lóða uppskipting hefur engum breytingum tekið frá þessum tíma. Forsetan langar kannski örlítið að bregðast hérna við áður en Margrét Sanders bæjarfulltrúi kemur hér upp, bara þannig að við séum að ræða sömu hlutina og allt sé skýrt. Forsetið rak augun í það að í bókun Sjálfstæðisflokksins stóð ítrekað kalla eftir heildstæðri umferðarlausn og skýrum svörum bílastæðamál. Nú fengum við þann 21. maí síðastliðinn afhent forsendugreiningu Akademíureitsins varðandi umferðarmál á fundi með Eflu. Þarna er reiturinn tekinn fyrir, bílastæðamál, sleppistæði, tillögun hvernig gönguleiðir eru. Hérna eru 48 glærur reitinn, gangandi vegfarendur, almenningssamgöngur, vegir og bílastæði. Og kannski bara til að spyrja sjálfstæðismenn, viljiði
frekari gögn en þetta því að þarna eru vissulega tekin fram bílastæði, leið fyrir gangandi vegfarendur, því hér stendur heildstæðri umferðarlausn. Er það eitthvað meira sem að okkur vantar þarna inni? Því að þarna er alltaf ráðgjafarnir okkar ásamt Eflu búin að gefa þetta út í maí síðastliðnum, þannig að það væri fínt að fá það nákvæmlega, en annars vöndum við okkur við að svara þessum spurningum sem bæjarfulltrúi Margrét Þórarins kom hér upp með áðan. En líka til að svara bara hér á fundinum, en við munum að sjálfsögðu taka svörin saman, að sjálfsögðu. Kostnað við verkefni, þetta er náttúrulega verkefni í vinnslu, þannig að það mun koma fram. Varðandi forgangsröðun verkefna, það hefur, ef ég skil verkefni rétt, verið rætt að skipta reitnum upp og selja akademíuhúsið. Ég held að það sé ekkert nýtt í því. Hvað var það faglegan undirbúning, verkefni hefur verið í vinnslu nærri því frá síðustu kosningum. Þannig að forseti telur að það hefur unnið vel og þétt í þessu máli núna í 4 ár. Þannig að það er skrítið að kalla þetta hratt mál að byggja reit af íbúðarhúsnæði á 4 árum. Verkefnið er unnið fyrir ykkur íbúar sem eru að horfa af Alta ráðgjöf sem er mjög faglegi ráðgjafar. Hérna erum við með Eflu líka og okkar færasta starfsfólk á umhverfis- og framkvæmdasviði sem hefur haldið á málinu allan þennan tíma, auk starfshóps. Þannig að ef ábendingar eru fleiri starfsfólk sem hefði átt að koma að málinu þá væri gott að fá það fram. En Margrét Sanders hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það væri gott ef við tækjum upp þá reglu við bæjarfulltrúar og aðrir sem settir í ráð eða nefndir eða hópa eða hvað sem að skrifa fundargerðir. Ég held að það sé eitthvað sem að væri æskilegt þannig að allir skilji ákvarðanir á sama hátt og að það komi skýrt fram en það kom ekki fram of mikið spjall það sem ég sagði, þú sagðir. En við höfum algjörlega verið skýr frá upphafi að við höfum haft áhyggjur af bílastæðamálum og umferðarmálum. Og frá því að akademíuhópurinn hóf vinnu sína í janúar, minnir mig 2025, og ég held að við höfum ekki bókað fyrir en þó hafa oft sagt með orðum, en bókað í október 2025, þar sem við óskum eftir raunhæfum tillögum varðandi umferðarmálin og eins með bílastæðamálin. Varðandi bílastæðamálin þá er það rétt að það var farið yfir sleppistöðvar, eins og maður segir, fyrir Reykjaneshöllina og eins bílastæðahús. Að mínu mati allavega tel ég bílastæðahús vera mjög óraunhæft. Ég veit að Isavia hefur ekki treyst sér fjárhagslega ef ég skil máli rétt, og ég vil ekki fullyrða það, að þeir treysta sér ekki til þess að byggja bílastæðahús vegna kostnaðar. Kostnaður við bílastæðahús er brjálæðislega mikill og er bara hreinlega ekki raunhæft að við förum að byggja bílastæðahús þarna. Þá er það umferðarmálin og að setja veg fyrir ofan Reykjaneshöllina þar sem við beinum allri umferð Hjallaveg eða svo framvegis. Það er ekkert ákveð í þessu máli og það er ekki komið niðurstaða. Þegar við fundum í gær og þá voru Guðbergur Einarsson og Jón Már á fundinum og vorum að undirbúa þennan fund, að þá voru þeir akkurat að tala það að máli snýst að skipta upp reitnum, en hvenær kemur að því að klára þá þetta raunhæfa umferðar- og bílastæðamál. Hvenær í ferlinum? Hvenær eigum við að fara í það? Eigum við bara að hleypa svo áfram og svo bara ups? Eða eigum við strax að fara? Getum við ekki unnið þetta samhliða og svo framvegis? Ég held að þetta hafi verið kannski skilaboðin og ég vona að við erum með góðan formann hérna umhverfis- og skipulagssvið sem var á fundinum og þetta var rætt. Ég vona að skilningurinn hafi alveg komist til skila að það vandræðagangur í þessu. Hvernig getum við leyst þetta mál?
og við hljótum að geta það saman, því að ég hugsa að þetta tengist líka Vatnsnesinu og því hverfi, þessu risahverfi sem kemur. Og þessar umferðargreiningar og þessi umferðartillögur eitthvað svona, þær eru ekki að leysa þetta vandamál. Ég fagna orðum Halldóru Fríðu hér áðan, þar sem að hún lýsti yfir á sinn ljúfa hátt og rólændis hátt að við ættum að bera virðingu fyrir hvort öðru, og svo næst þegar hún kemur upp að þá hreinlega bíp yfir einn bæjarfulltrúa sérstakt. En ég sammála því sem Halldóra Fríða segir, og ef eitthvað hefur farið fyrir brjóst á einhverju það sem ég sagði, þá biðst ég afsökunar á því. En mér finnst mikilvægt að við berum virðingu fyrir hvert öðru og erum hér að ræða málefnilega þetta mál, og ég vona að við getum fundið lausn á umferðarmálum áður en lengra er haldið. Ég er ekki með lausnina. Takk. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég sagði hér áðan að Sjálfstæðisflokkurinn telur að markmiðið sé að tryggja faglegan undirbúning, gagnsæi og verðmæti í eigu íbúa Reykjanesbæjar og þeir séu meðhöndluð af ábyrgð áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar. Það liggur alveg skýrt fyrir og að samningsmarkmið sveitarfélagsins, það liggur ekki fyrir skýrt hvert samningsmarkmið sveitarfélagsins gagnvart fjárfestum, skilgreint lágmarksverðmæti við sölu fasteigna og byggingaréttar og fullnægjandi samráð við helstu hagaðila á svæðinu. Það kom hérna fram hjá mér áðan. Ég óska því eftir að fá að fara með þessar spurningar hér aftur og ég óska eftir að fá svör við þeim. Hver er heildstæð kostnaðargreining verkefnisins, þar með talið kostnaði við ráðgjöf, skipulagsvinnu, útboðsferli og annan undirbúning. Skýr markmið sveitarfélagsins gagnvart fjárfestum og viðmiðum verðmæti við sölu byggingaréttar og fasteigna. Forgangsröðun verkefna og skýr umboð starfshópsins þannig að pólitísk ábyrgð og verkaskipting séu ljós. Regluleg upplýsingagjöf til bæjarráðs og bæjarstjórnar á meðan undirbúningur stendur yfir. Að tryggt sé að verði samráð við helstu hagaðila á svæðinu, þar á meðal íþróttafélögin sem nýta Reykjaneshöllina og eigendur fasteigna á svæðinu, áður en tekið verður endanleg skref varðandi útboð og uppbyggingu. Við höfum ekki fengið svör við þessu spurningum og ég óska að þetta verði bókað og óska því að þessu spurningu verði svarað. Íþróttafélögin, við sátum öll þann bæjarráðsfund sem sitjum í bæjarráði. Engin varamenn þar. Það var ekki komið fram, það var ekki búið að ræða við íþróttafélögin, það var ekki búið að ræða við Nettó. Það er svo margt í þessu og í alvöru ætli virkilega að fara af stað með verkefni þar sem kemur ekki einu sinni skýrt fram umboður sem þessi samningshópur hefur, eða samráðshópur. Þetta er risastórt verkefni. Það er ekki búið að þróa allt svæðið með tilliti til margs annars á svæðinu. Eigum við ekki bara að vinna undirbúningsvinnuna vel áður en að við förum að taka hérna einn hluta og gera þetta, annan þetta, þá endar þetta allt í kaosi. Og mér er mjög minnistætt orð Hjartar Magnúsar Guðbrandssonar þegar hann fór að tala um Ásahverfi hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. Þegar hann talaði um það hafi ekki verið unnin vinnan við hverfið. Og það er allt í kaosi þarna núna. Hvernig íbúarnir eiga að komast til og frá þessu hverfi. Eigum við ekki bara að taka það til fyrirmyndar og læra því verkefni? Nei, við ætlum bara að halda áfram að fara að gera eitthvað allt annað. Vinnum undirbúningsvinnun okkar sem er mjög mikilvæg. Takk fyrir. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, bæjarfulltrúar Margrét Þórarinsdóttir, ég held við séum nú búin að vera aldeilis að vinna vinnuna. Þannig erum við bara komin að því að skipta upp lóðum til að fá verðmat á akademíun. Það er hluti af kostnaðargreiningu og kostnaðaráætlun verkefnisins. Við erum búin að vera í þessu verkefni, eins og við veitum mjög vel, ansi lengi, og við erum að
komast áfram með það. En við gerum það ekki meðan við erum ítrekað slegin tilbaka aftur og aftur og aftur. Við erum bara að vinna þetta faglega og eins faglega og við getum og við þurfum bara heitlindi í samstarfið. Takk fyrir. Margrét Þórarinsdóttir kemur hér upp í þriðja sinn, Kjörsvel, og Guðbergur Einarsson fast á eftir henni. Mér langar aðeins að bregðast við svörum, ansvörum fulltrúa Róberti. Það er frábært, við erum búin að vera að vinna þetta verkefni, en þessar spurningar sem eru grundvallar spurningar þegar við förum með svona stórt verkefni að stað, að þeim sé svarað áður. Það er grundvallar atriði. Það er bara þannig. Takk fyrir. Guðbergur Einarsson, Kjörsvel. Forseti, já, ég er líklega segur þrennt. Ég kom seint inn í hópinn, misti af þessum fundi og horfði eitthvað skringilega á punktana sem ég fekk. Mér langar til að henda í bara svona úttekt á fundapunktunum sem ég fekk senda til þess að segja mér hvað hefði komið fram á þessum síðasta fundi, þar síðasta, ekki síðasta, við erum búin að funda einu sinni enn. Eitt var að afmarka svæði, komin með það, stofna lóðir, komin drög að því og skilmálalýsingu, útboð, skilmálar gera klárt fyrir útboð. Erum að vinna það. Þetta var út af fyrsta. Og svo kemur ráðgjöf fyrir allt svæðið, horfa á þetta allt með samfellu og held að við ættum að fara í reitin við akademíuna og hollóðina torgið fyrst. Þarf sölumat á akademíuna, það er hægt að gera það núna. Þannig að ég horfði á þetta að þetta þyrfti að gera fyrst áður en að væri farið að samþykkja einhverjar heildar útskiptingu eða niðurskiptingu á lóðunum. Það þyrfti að gera þessar skilmálalýsingar, það þyrfti að samþykkja þessi drög og við vildum fá svona sirka verðmat í akademíuna. Þannig að ég skildi ekki alveg af hverju þurfti að hlaupa svona hratt í þetta og ég veit ekki, við erum ekki búin að vera með almennilega með umferðargreininguna á borðinu hjá okkur. Það er búið að tala um að taka niður hraðan á þjóðbrautinni, það er búið að tala um að setja vegstubb fyrir ofan Reykjaneshöllina og niður í Hjallaveginn, en mér finnst okkur vant að sjá þetta almennilega og greiningun á því. En já, ég er smá segur þarna í þessu. Halldóra Fríða Kjörsvel í þriðja andsvar. Virðulegi forseti, já, mér er ljúft og skylt að svara hér að eins og bæjarfulltrúi Guðbergur kemur hér inn á, þá var hann að lesa upp þá punkta, mína fundapunkta sem ég sendi af þessum fundi og sannarlega eru lóðar, það kemur stofnalóðir, komin drög að því. Sannarlega eru það drög þangað til að þau hafa verið samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði. Það eru drög þangað til að þau hafa verið samþykkt. Og drögin, það voru engar athugasemdir við drögin. Og það eru drögin sem ég er búin að vera að tala um eða lóða, hvernig lóðirnar líta út, sem að við byrjum að ræða, fengum myndir af út frá kynningu alltaf sem var á hvaða fundi? Það var á fundi bæjarráðs, það er 1529. fundur sem er 4. september 2025. Þar fáum við kynningu á framtíðarsýn, þá var skýrslan lögð fram, ég veit ekki hvort það var í fyrsta sinn, en hún allavega lögð fram á þessum fundi og út frá því er farið að staði þessa vinnu og sannarlega þá að reyna að láta mína fundapunkta líta út fyrir að vera eitthvað óeðlilega hér í pontu, svo það sé sagt. En eins og ég kom inn á áðan, þá ræddi ég við fulltrúa minnihluta í starfshópnum. Ég kom líka inn á það að hann komst ekki á fundin
Ég var ekki að gera lítið úr honum hérna varðandi það. Við hringdum í hann og hann sagði okkur það bara. Og það er alveg eðlilegt. Stundum missir maður bara af fundi. Og ég var ekki að gagnrýna það. En sagðist vilja fá fundapunta og við heyrðum svo í síma seinni part dags og það var ekkert annað sem kom fram á þessum fundi heldur en nákvæmlega það sem ég sendi til bæjarfulltrúa. Og það að það komi fram að stofna lóðir og inn í Svea komin drög að því, það er bara það sem okkur var tilkynnt á þessum fundi. Það var búið að gera drög að lóðauppskiptingunni og sannarlega átti eftir að fjalla þau í umhverfis- og skipulagsráði sem starfshópurinn taldi vera komin tími til. Þannig að það fer til umfjöllunar og var staðfest í þessari fundagerð sem við erum hér með og þessu máli sem við erum enn að ræða hér. Og eru sannarlega drög þangað til að bæjarstjórn hefur staðfest afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að ég ætla bara algjörlega að dusta þetta öxlinni að það hafi verið eitthvað ekki nægilega gott í þessum samtölum inn í þessu starfshópi. Þannig að drög af lóðauppskipun fer í uppskiptingu fer í sinn farveg í stjórnsýslunni og ég vona að ég þurfi ekki að biðja orðið aftur, forseti. Ég held að ég hafi munað það sem ég ætlaði að koma hérna inn á. En það er ekkert óeðlilegt við þetta og svo það komi aftur fram að við ræddum umferðarmálin og það er bara heildarverkefnið er stórt og nú erum við bara að brjóta það niður en við þurftum að fara inn á þessa þætti og afmarka lóðirnar, huga að akademíunni og finna svo ráðgjafa til þess að vinna áfram með okkur. Og af því að, það er eitt, forseti, af því að hér er talað að fá nákvæmt mat á því hvað tekjur við fáum í þessu verkefni, við getum ekki svarað því. Nei, eða kostnað en er ekki líka áætlaða tekjur, mér fannst það koma fram, áætlaða tekjur og byggingarétt og annað, að þessi reitir fara í útboð. Og við vitum ekki, við getum ekki áætlað það hversu há tilboð við fáum í reitina. Það er ekki skynsamlegt að við förum að skjóta það. Þetta fer í útboð, við fáum tilboð í reitina og þá fyrst vitum við hverja tekjur okkar verða eða út frá eins og byggingaréttur og innvegagjaldi. Og það er líka ákveðið inn í samkomulaginu við ríkið að þá er ákveðin hluti, það er eitthvað svona lágmark sem er greitt til aðila en síðan veit maður aldrei hvað kemur út úr svona útboð. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir, örstutt, þegar að útboð eða svona fer fram þá munum við alltaf gera ákveðna áætlun hvaða hvaða lágmarks uppæð við munum sætta okkur við. Þannig að það verður auðvitað að vera einhvers konar hugmyndir verðmat en síðan er þetta auðvitað opið og síðan áður en farið af stað. Að menn ákveða að menn er ekki að fara neðar en eitthvað X og svo framvegis. Það hlýtur að vera. Þannig að ég allavega skildi það þannig. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég er bara svo hissa svolítið verði að segja hvað við getum rætt þetta fram og tilbaka. Mér fannst bæjarfulltrúar Halldóra Fríða rekja málið bara mjög vel hérna í upphafi. Þetta mál er búið að vera mjög lengi í vinnslu hjá okkur, bæði innan bæjarráðs og umhverfis- og skipulagsráðs. Það er mér svo sérstakt að þessi talaði mikinn hraða í þessu og íbúafundur, starfshópur, könnun meðal íbúa, kynning fyrir íbúum og í október kom fyrir umhverfis- og skipulagsráð líka umferðargreining og tillögur frá Eflu með samgöngugreiningu. Þannig að það er mjög sérstakt að tala það að það hafi ekki verið lagt fyrir hjá
hjá okkur áður. Og þeir talaðir einmitt þessa lóða uppskiptingu. Ég get ekki séð annað að þið séu bara að reyna að tefja málið og ég svo bláeygð, ég bara veit ekki af hverju. Ég átta mig ekki á því af hverju það ætti að vera að reyna að tefja þetta mál. Þegar þetta er búið að vera svona lengi í vinnslu. Og öll gögn liggja fyrir. Öll gögn. Og ég sé ekki heldur sem fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði af hverju það ætti ekki að vera hægt að vinna að úrbótum í umferðarmálum og samgöngum samhliða því þó við séum að ákveða uppskiptingu á lóðunum. Já, ég bara, við erum búin að tala um þetta í klukktíma. Bara hissa með að við öll þessi gögn sem liggja fyrir. Og og að bæjarfulltrúi Guðbergur, þú veist, bara nafnið þess er undir þessari tillögu og samt hafnar henni. Þetta er bara sérstakt. Takk. Kæri bæjarfulltrúi, nú fer ég að tæma umræðu þetta. Ég sé að Margrét Þórarinsdóttir hefur rétt upp hendi hér í 4. sinn. Ertu að koma í andsvör sem að beinta þér? Ok, ég skal heimila. Virðulegi forseti, það er viðstaddir, já, mér finnst bara mjög áhugavert að þú segir að við séum að tefja málið. Það er algjörlega ósatt. Við erum alls ekki að tefja málið. Það eina sem við erum búin að vera að biðja þú segir að öll gögn liggi fyrir. Það liggi ekki öll gögn fyrir. Við erum ekki ennþá búin að fá svar við þessum spurningum sem við óskaðum. Hvað komum við til með að setja lágmarkskostnað á fimleikahúsið okkar? Hvað er það? Þú veist, það er fullt af spurningum að þess að ósvara og ég er algjörlega ósammála að þú skuli voga þér að segja að við séum að tefja máli. Við höfum aldrei sagt að við værum að tefja þetta mál. Það er sko hálfu mánuður síðan við báðum með svöru þessu spurningum okkar. Þær hafa ekki ennþá borist. Þannig að ég bara biðla til meirihlutans að svara þessum spurningum okkar og það er alrangt að við séum að reyna að tefja þetta mál. Skulum gæta orðræðu okkar hér í þessum bæjarstjórnarstól. Kæru bæjarfulltrúar, forseti heyrir að það er hiti í hamsi ef það er orð. Hér undir þessu máli 4 Akademíu reitu framtíðarsýn. Við erum að reyna að vanda góða stjórnsýslu hér í Reykjanesbæ. Hér snýr þetta mál að sérstökum stýrihóp sem heldur utan málið. Því er vísað í umhverfis- og skipulagsráð. þar sem við erum með starfsfólk sem eru sérfræðingar í þessum málum og þau enda hér inni. Þannig að sjálfsögðu getum við svarað þessu spurningum sem að minnihlutinn lagði hér tvisvar fram í kvöld. Það er alveg sjálfsagt mál. En í reynd erum við að reyna að þoka máluna áfram með því að leggja fram drög að uppskiptingu lóðar fyrir Akademíureitin. Hér hefur við rætt ýmis mál eins og bílastæðamál. Það er alveg rétt eins og bæjarfulltrúi Helga mér að koma inn á. Hér er búið að vera íbúafundur sem var að forseti minni rétt eftir fjárhagsáætlun, þannig að hann hefur eflaust verið haldinn í nóvember síðastliðnum, þar sem alltaf ráðgjafar voru til staðar í Íþróttaakademíunni í 2 daga við forseti Maríu til að kynna einmitt fyrir hagaðilum og íbúum sem höfum áhuga á að kynna sér verkefnið. Þannig að það er búið að gera ýmislegt og það er svolítið sérstakt að vísa í umferðarmál þegar þarna liggur fyrir umferðargreining af umferðargreiningardeild Eflu og alltaf ráðgjöf, en ekkert mál, við skulum rýna þetta og svara þessu, en hér er málið í huga forseta einfalt. Hér er verið að leggja fram þessi drög að uppskiptingu lóðar. Hér hefur farið fram umræða í góðan klukkutíma, þannig að forseti leggur fram mál 4 hér aftur til samþykktar eða synjunar og biður handauppréttingu þeir sem samþykkt geta mál 4, minnstilega skeiðmerki. Hér fara 7 hendur á loft, þeir sem sitja hjá eða eru á móti. Og hér fara 4 hendur á loft sem eru á móti málinu. Já, þá erum við komin að máli 6, Stapabraut 21 auglýsingaskilti, en hér er verið að sækja breytingu á LED verðskilti þar sem ljósabúnaður verður endurnýjaður og skiltaflötur stækkaður.
Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindi með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda en orðið er laust mál nr. 6. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs til þess að samþykkja þetta mál nr. 6 við skipta þessu merki og hér fara allar hendur á loft. Þá erum við komin að máli 7, Stakksbraut 9, uppskipting á lóð. Í þessu máli er Landey EHF að leggja fram erindi skiptingu lóðarinnar en aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Hér samþykir ráðið breytinguna fyrir sitt leyti þar sem ráðið til breytinguna ekki varða hagsmuni annara en sveitarfélagsins og umsækjanda. Orðið er laust. Hér hafa engir hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykja þetta erindi vinsamlega skipta þess merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú, orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti. Nú, forseti vill kannski aðeins flagga hér máli númer 1 á dagskrá sem er fitja breyting á deiliskipulagi og vekja athygli bæjarfulltrúa þar á. En í þessu máli eru Laugar EHF að leggja fram vinnslutillögu að breyting á deiliskipulagi á fitjum ásamt breytingu á aðalskipulagi fyrir miðsvæði M4 svokallaða. En búið er að auglýsa vinnslutillöguna við stækkun verkefnisins. Umhverfis- og skipulagsráð ásamt bæjarstjórn hefur þegar heimilað verkefnið að 12.000 fermetrum en hér er verið að óska eftir stækkun 26.453 fermetra þannig að heildarsvæði byggingamagns verði 38.453 fermetrar eða rúmlega þreföldun byggingamagns. Þarna hafa komið fram athugasemdir bæði frá atvinnu- og hafnaráði og umhverfis- og skipulagsráði sem snúa meðal annars að innviðauppbyggingu fyrir svæðið sem snýst á helsta vatnsauðlindin okkar. Einnig könnun á mengunni varða fyrir urðunarsvæði en stærsta athugasemdir snýr að stækkunin fari að hluta til inn á uppbyggingarsvæði Njarðvíkurhafnar. Kæri bæjarfulltrúar, þetta er stórt verkefni og þarna er verið að óska eftir stóru breytingu á byggingamagni. Þannig að það er bara rétt að flagga þessu máli hér vegna stærðar þess og vegna athugasemda sem eru framkomin innan úr stjórnsýslunni. En orðið er laust fundargerðina. Hér er Guðbergur Einarsson, kjörsvæði. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, þetta eru 2 stór mál finnst mér þarna í þessari umhverfis- og skipulags fundargerð. Fyrst þetta fyrsta mál á fitjum og umhverfis- og skipulagsráð tekur undir framkomnar athugasemdir að nauðsynlegt sé að kanna til fulls hvort innviðir séu til hendi fyrir áætlaðan rekstur á svæðinu og kanna þurfi til hlítar mögulega mengun af fyrrum urðunarsvæði. Mér langaði bara því að það hafa komið 2 til mín eftir þennan fund og spurt hvað þetta þýði, að þá erum við auðvitað að vitna í þessa fundargerð atvinnu- og hafnaráðs þar sem þeir bóka og með leyfi forseta þá langar mig að renna yfir bókun atvinnu- og hafnaráðs frá fundi, já, ég glemdi að skrifa það. Atvinnu- og hafnaráð bókar Reykjaneshöfn hefur í samráði við umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar verið að útfæra nýtt deiliskipulag sem næri við svæðið upp af Njarðvíkurhöfn. Þar á meðal skipulagi við Fitjabakka. Ofangreind tillaga breytingu er ekki í samræmi við þær hugmyndir og kemur því á óvart. Sú uppbygging sem fyrirhuguð hefur verið á Fitjabakka 8 er metnaðarfull og jákvæð fyrir samfélagið en það vekur spurningar hvort óskir auki landrými og auki byggingamagn séu réttlætanlegar meðan það liggur ekki fyrir hvort innviðir svæðisins geti þjónustað þá stækkun. Jafnvel ekki núverandi samþykkt byggingamagn. Atvinnu- og hafnaráð Reykjanesbæjar telur rétt að heimila ekki viðkomandi breytingu meðan farið verður í heildstætt mat á svæðinu miðað við þá atvinnuuppbyggingu sem æskileg er þar í framtíðinni og að fyrir liggja þeir innviðir séu til staðar sem til þarf. Og þessi bókun umhverfis- og skipulagsráðs er að vitna svona mestulega í þetta. Er þetta ekki réttu skilningu hjá mér, bæjarfulltrúi Róbert? Ég saknaði samt að það hafi ekki komið neinar umsagnir frá íbúum í Ásahverfi þar sem að ef þið skoðið þetta hótel þá er þetta risastórt og ekki misskilja mig, mér finnst þetta
frábær framkvæmd en mér finnst að íbúarnir þurfi nú kannski að hafa líka einhverja skoðun á því og sakna þess að hafa ekki heyrt meiri í þeim. En svo liður 2 í þessari fundargerð, það Hlíðahverfi 3, þriðji áfangi. Og þar kemur afgreiðsla Skipulagsstofnunar til kynningar og ég benti á þetta fyrir einhverju síðan þegar átti að senda þetta til Skipulagsstofnunar, deiliskipulagið, að ég vildi að það kæmi aðgerðaáætlun og umhverfis- og skipulagsráð hafði bókað það að við vildum fá aðgerðaáætlun til að taka á málefnum mengaðs úrgangs við Hlíðahverfi 3. Og með leyfi forseta vil ég aftur lesa bókun mína frá 16. janúar á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 18. desember 2025 ákvað ráðið að fresta þessu máli og fá aðgerðaáætlun hvernig á að taka á málefnum mengaðs úrgangs vestan við Hlíðahverfi 3. Í dag ætlar meirihlutinn að samþykkja deiliskipulagstillögu Miðlands ehf. Vegna þrýstings frá þeim vegna leikskólabyggingar sem þeir afhentu Reykjanesbæ. Miðland reyndar frá því þeir afhentu Reykjanesbæ búnir að fá auka byggingarland á kostnað íþróttahreyfingarinnar í Reykjanesbæ og því óska ég hér með eftir að fá yfirliti við þessi viðskipti Reykjanesbæjar og Miðlands ehf. Varðandi deiliskipulagstillöguna hef ég ákveðið að sitja hjá þangað til Miðland eða Gatego hafa sýnt okkur aðgerðaáætlun vegna hreinsunar umrædds lands. Þessi krafa sem Miðland setur fram að landi verið hreinsað innan 6 mánaða galin og bara vegna þeirra kröfu ætti umhverfis- og skipulagsráð að vísa í fyrri afgreiðslu og bíða eftir aðgerðaáætlun landeigenda. Þetta var samt sent til Skipulagsstofnunar og þeir senda svo okkur tilbaka, þar sem við vorum að taka fyrir á þessum fundi, að bregðast þarf efnislega við athugasemd heilbrigðiseftirlits varðandi mengaðan jarðveg í samhengi við ákvæði ofanvatnslausnir innan svæðis sem kunna að auka hættu á dreifingu á menguðum jarðvegi sé hreinsun ekki tryggð áður en framkvæmdir hefjast. Samanber einnig fyrirvari í samþykkt sveitarstjórnar og til að tryggja markmiðum heilnæmt, heillandi og líflegt umhverfi eins og fram kemur í yfirskrift deiliskipulagstillögunnar þyrfti að setja fram skýrari skilmála eða fyrirvara í deiliskipulagi rannsóknir og hreinsun jarðvegs áður en til framkvæmda komi, óháð því hver beri kostnað af hreinsuninni. Og mér langaði bara að koma þessu koma athygli á þetta og í framhaldinu þá væri alveg rakið tækifæri að gera pröfu ásamt heilbrigðiseftirlitinu og þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar á þessum töngum sem umræddir eru þarna fyrir ofan Nikkelsvæðið, vestan Nikkelsvæðið og sjá hvað kemur upp. Og ég allavega er mjög forvitinn að vita hvernig þetta og mér finnst við verðum að vita það áður en við förum að byggja meira þarna. Og svo náttúrulega hef ég ekki fengið svar við þessari fyrirspurn minni þarna sem ég las inn í þessari bókun, þannig að ég óska þá bara eftir henni aftur. En ég vildi bara koma athygli á þessi 2 mál. Takk. Róbert Jóhann Guðmundsson. Nei, fyrirgeðu, Hjörtur Magnús Guðbjörnsson var undir. Næstur. Afsakið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var orðinn svo þreyttur í lagbúnaði að sitja. Mér langaði aðeins að ræða mál 1 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs af því að þarna er meðal annars til umræðu athugasemd atvinnu- og hafnaráðs sem var reyndar farið mjög vel í gegnum á síðasta fundi bæjarstjórnar. En ég get allavega upplýst bæjarstjórnum að bæði fulltrúar atvinnu- og hafnaráðs og umhverfis- og skipulagsráðs hafa nú þegar fundað með starfsmönnum World Class og til að bara hefja og halda áfram góðu samtali og svoleiðis. Þannig að
að því að bókun atvinnu- og hafnaráðs snýst að engu leyti einhverja mótspyrnu við verkefninu sem slíku. Þetta snýst aðalega svo ég vitni í bæjarfulltrúa Margréti Þórarins að vitna í mig, að við vöndum okkur aðeins sérstaklega í skipulagi og horfum á stóru myndina. Þarna stórt og mikið atvinnusvæði undir, bæði hafnarsvæði, Njarðvíkurhafnar og svo Fitjabakki og Fitjabraut. Og það skiptir bara svolítið miklu máli þarna eins og alls staðar annars staðar að við horfum ekki bara með rörsýn á þessa einu lóð, heldur að við horfum á heildarsvæðið og metum það eins og þarna. Við erum hjá höfninni með mjög stórar hugmyndir uppbyggingu og world class svo sannarlega líka og bæði mjög spennandi verkefni. Við þurfum einfaldlega að meta, getum við gert bæði, getum við bara gert annað og þá hvort þetta bara stóra spurningar sem við þurfum að vanda okkur vel þannig að við séum ekki innlyksa í ákvörðun sem við hefðum bara alveg getað vanda okkur betur. Þannig að mér finnst umhverfis- og skipulagsráð vera að standa sig mjög vel. Þau að stíga í lappirnar og passa upp á hlutina eins og yfirleitt. Þannig að ég mjög ánægður með þessa bókun. Alexander Agnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að taka hérna undir hluta af orðum bæjarfulltrúa Hjartar, bókun og í raun undir bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar líka sem fóru yfir bókun atvinnu- og hafnaráðs. Þetta kom mjög skýrt fram í henni, þær áhyggjur sem eru í atvinnu- og hafnaráði og í raun þessu skörun sem þar meðan við þær hugmyndir sem liggja í þessu nýja eða þessu deiliskipulagi frá Laugum. Og það var svona áhyggjuefni að þetta gæti haft áhrif á þau framtíðaráform sem eru við Njarðvíkurhöfn. En það sem var kannski svona aðeins sem ég var hugsi yfir var í raun bókun umhverfis- og skipulagsráðs, hvað hún eiginlega þýddi, hvert væri í raun framhaldið með henni. Þeir greinilega og taka undir þessar áhyggjur, en hvað svo? Það var mín spurning svolítið og var í raun, hún að setja þetta á einhverja bíð eða þetta bara ekkert? Takk fyrir. Róbert Jóhann Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar Alexander Ragnarsson, þetta alls ekki ekkert. Svo ég upplýsi bæjarfulltrúum þá hittum við forsvarsmenn frá Laugum og þeir vildu ræða áhyggjur okkar og hvað það sem við höfum áhyggjur af. Við tjáðum það og nú eru þeir að afla gagna. Þannig að þetta alls ekki ekkert frekar en annað í umhverfis- og skipulagsráði. Kæri bæjarfulltrúar, varðandi mál 1, líkt og forseti fór hér yfir áðan og líka bara til að vekja athygli íbúa sem að horfa á málinu, að það alveg rétt sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Hjartar Guðbjörnssonar að hér enginn að tala gegn einu verkefni, við erum bara að velta fyrir okkur framgangi og stækkun þess. Við auglýstum vissulega í bæjarblaðinu okkar Víkurfréttum að þessi deiliskipulagstillaga, þessi vinnslutillaga væri til skoðunar, en forseti velti fyrir sér hvort það hafi verið nógu áberandi að fólk sem að les Víkurfréttir, hvort það þurfi ekki aðeins meira kjöt á beinin en auglýst vinnslutillaga að breytingu á Fitjum. Segir það nóg? Ég veit það ekki, en þetta spurning sem við þurfum að spyrja okkur. Að mínu mati væri hyggilegast, og ég tek undir það að það ég ætla ekki að segja sérstakt, en það ekki einn íbúi í hverfinu fyrir ofan sem skilaði en umsókn, ekki að það þurfi alltaf, en það væri afar vel til fundið
að mínu mati að ef að Laugar EHF myndu halda íbúafund, almennilega kynningu þetta mál, út af því að hér undir fylgigögnum bara flott plagg frá þeim, þeir eru greinilega búin að leggja mikla vinnu í að teikna þetta upp. Þannig að það væri mjög eðlileg bón til þessa fyrirtækis sem ætla sér stóra hluti hjá okkur sem vel, að þeir myndu gera eins og við gerðum með akademíverkefnið og alltaf ráðgjöfum að opna hús hér í bæ og auglýsa og fólk getur komið inn, sé teikningar og spurt spurninga. Það segir manni meira en 2 setningar í blaði sem að fólk eflaust að hraðlesa og kannski átta sig ekki alveg á hvað þetta þýðir. Róbert Jóhann Guðmundsson, við biðja afturmáli, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, forseti, það verður haldinn íbúafundur. Það kom skýrt fram á fundi með Laugum í gær að haldinn verði íbúafundur. Alexander Ragnarsson kemur hér í andsvör í 3. sinn ef forseti man rétt. Nei, bara í annað sinn, gjörðu svo vel. Meira en velkomin. Forseti, bæjarfulltrúar, það fer kannski svona mikið fyrir mér að ég tel 2 í hvers skipti sem ég kem. En bara þannig að komið skýrt fram, þá styður Sjálfstæðisflokkurinn verkefnið sem slíkt. Við erum ekki á móti þessu verkefni. En mér langar aðeins að koma hér aftur og bregðast við orðum bæjarfulltrúa Róberts og eiginlega kannski að beina orðum minn líka til bæjarfulltrúa Guðbergs. Þetta var klaufalega orðað hjá mér. Ég bið ykkur fulltrúa í Uski afsökunar á því að hafa sagt að bókun ykkar væri ekkert og Helga fyrirgefðu. Þetta var nú ekki þannig sem ég meinti þetta, en mér svona kannski fannst vanta smá kjöt á beinin, svona ég vissi nákvæmlega hvað menn voru að fara. Þannig að þetta var ekki illa meint. En já, ég ítreka bara að þetta snýr ekki að verkefni sem slíku, en höfum kannski smá áhyggjur af lóðastækkuninni og þeim áformum. Takk fyrir. Forseti sér ekki aðrar hendur á lofti hér varðandi þetta verkefni og svo það sé alveg skýrt að þá var ekki ætlunin að tala niður verkefni. Þetta bara breyting og það mjög gleðilegt að þeir ætli sér að kynna það fyrir íbúum sjónrænt. Það alltaf betri leið, sérstaklega þegar mikla breytingar að ræða. Þannig að við fögnum því. En hér eru ekki aðrar hendur á lofti. Þeir sem samþykkja fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars, vinnsluskeiðmerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 3. mál á dagskránni og það fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 11. mars og orðið laust fundargerðina. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Sést ekki í mig eða. Virðulegi forseti. Já, það var áhugavert að fara í gegnum fundagögnin sem fylgja með fundi íþrótta- og tómstundaráðs og að hafa heyrt umræðu af því sem framfór á fundinum. Mér langaði kannski sérstaklega til að koma inn á það að virkilega áhugavert að sjá vinnuna sem núna framundan sem tengist farsæld barna og gott að við erum með ótrúlega þétt net innan sveitarfélagsins til að vinna í þeim málum með henni Hjördísi sem verkefnastjóri hjá Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum. Síðan kannski bara aðeins til þess að minnast á það síðasta mál á dagskrá þessa fundar fjallaði svítur við Reykjaneshöllina og vildi bara ræða það hér svo það sé alveg skýrt að á síðasta fundi stjórnar Eignasjóðs var deildarstjóra eignaumsýslu falið að taka saman upplýsingar allt það húsnæði sem við eigum sem í þessum svokölluðu
svítum, forsniðinu einingum, færanlegu kennslustofum, hvað sem við kjósum að kalla það, og að fá fram hversu mikið magn þetta er, hver þörfin er eftir hverju hefur verið kallað á hverjum stað fyrir sig, af því að það vilja mörg nýta þetta húsnæði, enda er þetta frábært húsnæði, og síðan yrði þá gert í kjölfarið, gerð ákveðin forgangsröðun til þess að sjá það hvar það er svona brýnast, hvar þörfin er brýnust. Þannig að svo það kom alveg skýrt fram að það erindi sem þarna var lagt fram sem er undirritað íþrótta- og tómstundafulltrúa, það verður sannarlega tekið fyrir í þeirri umfjöllun. Já, takk fyrir þetta. Það er mikilvægt að við kortleggjum þessar einingar okkar. Ef forseti man rétt var það 4.000 fermetrar sem við eigum. Við erum búin að vera að bjarga okkur hratt og mikið í þessu sveitafélagi, þannig að það er mjög mikilvægt að við forgangsröðum hverjir er í brýnustu þörf, og það eru nokkra beiðnir sem að liggja þar undir. En forseti vil kannski koma inn undir fundagerðina og þakka íþróttafélaginu NES fyrir góða kynningu á sínu frábæra starfi. Og einnig vil forseti þakka fyrir kynningu Guðbjargar Björnsdóttur sem er fjármálastjóra Keflavíkur ungmennafélags. Það er mjög gleðilegt að sjá að nú erum við búin að fá erindi frá báðum fjármálastjórum hjá ungmennafélagunum sem hafa góða reynslu af störfum fjármálastjóra sem Reykjanesbær styrkir íþróttafélagunum. Þannig að það er gott að vita að þetta fjármagn er að gera góða hluti fyrir félagin okkar. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar, hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykki geta fundagerðan vissulega skemmerki. Og hér fara allar hendur á loft, kærar þakkir fyrir það. Þá höldum við ótrauð áfram og við erum komin að 4. máli, fundagerð velferðarráðs frá 12. mars, orðið er laust. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur. Ég kem hérna undir fundagerð velferðarráðs 12. mars síðastliðinn og ætla aðeins að fara hérna yfir fundagerðina. Mál númer 1, reglur ferðaþjónustu utan sveitafélagsins. Þarna mætti Ólafur Garðar verkefnastjóri í málefni fatlaðs fólks á fundinn og fór yfir endurnýjun umsókna og nýjar umsóknir akstursþjónustu vegna læknisferða og nýtingu á sambærilega þjónustu hjá HSS ásamt því að kynna stöðuna á vinnu á breytingum og reglum ferðaþjónustu utan sveitafélagsins. Það sem hefur verið gert og gert vel er að Ólafur Garðar hefur verið í samtali við HSS og kanna hvaða þjónustu er í boði fyrir þennan hóp. Og vil ég þakka HSS fyrir bætta þjónustu fyrir íbúa sem gerir það verkum að skjólstæðingar geta sótt bara góða þjónustu hér í heimabyggð og sjálfsög vil ég líka þakka starfsfólki á velferðarsviði fyrir þessa greinargóða kynningu. En allavega er yfirferð, og við viljum áreita að fatlað fólk sem ekki getur nýtt sér almenningssamgöngur eigi þann kost að fá akstur á höfuðborgarsvæði í nauðsynlega læknisþjónustu sem fæst ekki í heimabyggð. Tómstundir, vinna, nám og félagsstarf sem veitt er fyrir utan Reykjanesbæjar fellur þar ekki undir. Síðan er það mál númer 2, sértæk búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun. Þá satt Ólafur Garðar einnig undir þessum lið og gerði grein fyrir kostnaði við einkarekin búsetuúrræði og rekstrarlega hagkvæmni þess sem Reykjanesbær komið sér upp sjálf búsetuúrræði. Við erum alveg með búsetuúrræði hér en það er verið að fjalla líka bara velta steinum eins og maður segir. En hér ræðum við að eitt af okkar mikilvægustu samfélagslegu verkefnum og hvernig við tryggjum við fólki með fötlun mannsæmandi og örugg sértæk búsetuúrræði. Það er allan að mín sýn að það sé til mikils að vinna með því að sveitafélagi taki sjálft að sér rekstur
annara úrræða eins og við erum að gera og gera vel. Með því að reka okkar búsetuúrræði þá tryggjum við meira gegnsæi, nálægð við íbúa og fullt vald yfir þeim gæðakröfum sem við gerum til þjónustunnar. Það gefur okkur tækifæri til að samþætta þjónustuna betur öðrum verkefnum okkar og skapa sterka félagslega heild. Við verðum þá að vera raunsæ og rekstur af þessu tagi stendur og fellur með mönnun. Þarna að ræða störf og þá einnig sérhæf störf sem krefst mikillar fagmennsku og stöðuleika. Við megum ekki vanmeta þá á áskorun og laða að og halda í það sérhæfa fólk sem nauðsynlegt til að úrræðin nái tilgangnum sínum. Þótt okkar hlutverk sé einmitt að gæta hagkvæmri í rekstri, má fjárhagslegur sparnaður aldrei vera til þess að við fórnum gæðum eða virkni fyrir íbúa á svæðinu og þurfum við einmitt að efla það. Okkar markmið líka alltaf að fjármunir skili sér í raunverulegum lífsgæðum fyrir íbúa. Og það svo sannarlega að gera með okkar flotta starfsfólki sem sinnir þessum málaflokki vel. En við þurfum líka, og við í velferðarráði komum líka í bókunum okkar það að við þurfum samt framtíðarsýn fyrir þennan málaflokk. Þurfum einhverja stefnu, hvað við viljum gera og hvað við eigum að gera. En allan að mál númer 3, skammtímavistun fatlaðra barna. Þarna leita leiða til að auka þjónustu skammtíma dvalarinnar í Heiðarholti til þess að draga úr miklu og langvarandi álagi aðstandanda, þeirra sem nýta sér þjónustuna eða á biðlista eftir skammtíma dvöl. Þarna verið að leggja fram 3 tillögur og málinu vísað í bæjarráð sama og málinu númer 2 fyrirgefðu. Ég að líka fara aðeins yfir. Þannig að það verður nóg að gera í bæjarráði næstu viku, eða þessari viku fyrirgefðu. Síðan mál númer 4. Það lokaniðurstaða uppgjör vegna uppsagnar Vinnumálastofnunar á samningi þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd hjá Reykjanesbæ. En hún liggur fyrir og hefur stofnunin fallist á kröfur Reykjanesbæjar í ákveðnum kostnaðarliðum. Og ég ítreka og endurtek mig í ákveðnum kostnaðarliðum. Því eftir að hafa hafnað í fyrstu kröfu bæjarins endurgreiðslu á öllum kostnaðarliðum. Velferðarsvið hjá Reykjanesbæ hefur sýnt ríka ábyrgðartilfinningu og tryggt að þjónustan haldist órofin í gegnum tíðina, enda velferð okkar fólks í húfi. Það hins vegar ótækt að ríki nýti formfestun til að skjóta sér undan fjárhagslegri ábyrgð á verkefnum sem því ber að kosta. Vegna þessa ítrekaði velferðarsvið kröfu sína til Vinnumálastofnunar með formlegu svarbréfi og það mikilvægt að við séum einhuga í því að krefjast réttmætra endurgreiðslna frá ríkinu. En allavega velferðarráð þakkar starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir að fylgja málun eftir en lýsir yfir einmitt vonbrigðum með afstöðu Vinnumálastofnunar. Síðan mál númer 4, það sameining dagdvalanna. Þarna kom hún Margrét Arnbjörg sem teymisstjóri öldrunar og stuðningsþjónustu á fundinn og fór yfir núverandi stöðu og lykiltölur varðandi sameiningu dagdvala á Nesvöllum. Og enn og aftur þá þessu vísa til bæjarráðs og þannig fáum við líka bara umfjöllun þar og afstöðu. Mál númer 5, fundargerð öldungaráðs. Fundargerð 25. fundar öldungaráðs Reykjanesbæjar sem haldið var þann 16. febrúar síðastliðinn var lögð fram til kynningar. Og þarna undir máli 5 þá tekur velferðarráð undir ákallum samræmingu reglna húsnæðisstuðning í bókun öldungaráðs sem einmitt erindi sem var erindi frá Félag eldri borgara á Suðurnesjum og kjaramál eldra fólks, fasteignagjöld og húsnæðisstuðningur. Þá ég bara komin á máli 9. Það fjárhagsaðstoðin og enn aftur lækkun þar á milli ára sem jákvætt. Febrúar 26 á þessu ári fengu 111 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð en í febrúar í fyrra voru 129 og það svo sannarlega ánægjulegt líka að segja frá því að
fækkun á börnum, sem sagt foreldra og forráðamanna á fjárhagsaðstoð er nefnilega helmingi minni á milli ára. Þannig að takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigurrósu fyrir góða yfirferð. En þessi fundur var alveg virkilega góður og það er ánægjulegt að segja þá frá því, en það kom nú reyndar fram í máli bæjarfulltrúa Sigurrósa að mál númer 2, 3 og 4 var vísað til bæjarráðs og við munum taka þau fyrir á fimmtudaginn. Þetta eru stór og mikil mál og það þarf að taka afstöðu og mynda framtíðarsýn í þessum mikilvægu málaflokkum. En ég ætla að koma hér undir lið 4 þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd, uppgjör vegna uppsagnar samnings. Ég tek undir þær staðreyndir sem framkoma í minnisblaði frá 10. mars 2026 uppgjör samnings við Vinnumálastofnun, en tel niðurstöðuna sýna alvarlega annmarka á ákvarðanatöku meirihlutans, Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar. Staðreyndirnar eru skýrar. Reykjanesbær gerði kröfu upp á 22,9 milljónir en fékk aðeins 8,5 milljónir greiddar. Sveitarfélagið situr því uppi með 14,4 milljónir kostnað sem ríkið hafnaði að greiða. Þessi kostnaður var fyrirsjáanlegur og hefði átt að vera tryggður við gerð samnings. Það var ekki gert. Ég hef áður varað við þessu. Í bókun minni frá 13. janúar 2023 kom skýrt fram með leyfi forseta að fenginni reynslu treysti ég einfaldar ekki ríkisvaldinu í þessu málaflokki. Sú afstaða hefur reynst rétt. Þetta er ekki hvorki í fyrsta né eina bókun mín þessi mál. Þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir var haldið áfram án fullnægjandi trygginga. Niðurstaðan er óásættanleg, íbúar Reykjanesbæjar sitja uppi með kostnað sem er réttu á að falla á ríkisvaldið. Sjálfstæðisflokkurinn krefst þess að framvegis, ef gengi verði til samninga við ríkið, að fyrir liggi skýrar og bindandi tryggingar fulla fjármögnun ríkisins. Ég óska þetta verði bókað og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sander, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Virðulegu bæjarfulltrúar og góðu gestir, hér snúum við aftur eftir stutt fundarhlé bæjarstjórnar og meirihlutinn kemur hér fram með stutta bókun undir fundargerð velferðarráðs frá 12. mars sem hljóðar svo. Bæjarfulltrúar meirihluta bæjarstjórnar vilja taka það skýrt fram að engin kostnaður við uppgjör verkefnisins alþjóðlega vernd fellur á íbúa Reykjanesbæjar heldur niðurstaða verkefnisins samkvæmt minnisblaði sviðsstjóra réttu megin við núllið eftir uppgjör þess. Bókun lýkur. Orðið laust fundargerð velferðarráðs. Forseti vill, meðan bæjarfulltrúar hugsa sig kannski koma hér upp undir máli númer 2, sérstakt búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun og þakka Ólafi Garðari Rósinkarsyni, verkefnastjóra í málefnum fatlaðs fólks, fyrir ítarlega og góða samantekt sértæk búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Þarna í minnisblaðinu, kæru bæjarfulltrúar, farið yfir kost og galla þess að Reykjanesbær komi sér sjálft upp sérhæfðu búsetuúrræði sem eitthvað sem við höfum verið að vinna að. Þannig að það er gott að fá þetta kost og galla við rekstur þessa verkefnis hjá okkur sjálfum. Meirihlutinn vill koma með aðra stutta bókun sem hljóðar svo. Á fundi velferðarráðs komi fram málefni sem þarfnast frekari stefnumótunar bæjarstjórnar vegna aukinna verkefna og fjölgunar starfsfólks. Má þar nefna aukningu á skammtíma vistunarúrræðum fyrir fötluð börn og ungmenni, sameining dvagdvala á einn stað til Nesvalla og uppbygging á sértæku búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun. Reykjanesbær með þessi úrræði þegar í vinnslu þar sem verið að kanna með húsnæði hjá sveitarfélaginu sem hentar til skammtíma vistunar. Einnig verið að skoða úrræði sem hægt að nýta fljótlega meðan verið að vinna að framtíðarlausnum. Verkefni sameiningu dagdvala þegar komið í rýningu og verður fjallað nánar í vikunni í bæjarráði. Umhverfis- og skipulagsráðs einnig að leggja lokahönd á úthlutun lóðar í sveitarfélaginu í samvinnu við Brynju hússjóð sem fer að stað í uppbyggingu nú vonandi í vor. Það einlægur vilji meirihluta bæjarstjórnar að áfram verið unnið að úrlausn umræddra mála þar sem viljum draga úr biðlistum og efla velferðarþjónustuna okkar í Reykjanesbæ. Orðið laust fundargerðina. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo. Margrét, þú varst að biðja orðið. Já. Forseti gerir hér stutt fundarhlé.
Virðulegu bæjarfulltrúar og góða gestir, hér eru við komin aftur eftir örstutt fundarhlé. Hér er Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Já, mér langar aðeins að svara þessum bókun frá minnihlutanum við hérna í Sjálfstæðisflokknum. Sveitarfélagið situr eftir með 14,4 milljón króna kostnað sem ríkið hefur hafnað að greiða. Þannig að ríkið neitaði að greiða þessa 14,4 milljónir. Sá kostnaður, hann hverfur ekki. Hann færist einfallega til innan rekstrar sveitarfélagsins og það skulum við gera okkur grein fyrir. Og það þýðir í reynd að íbúar bera hann, hvort sem það er með skertum verkefnum, frestum framkvæmda eða öðrum forgangsröðum. Það er því ekki spurningu hvort að kostnaði falli á íbúa, heldur hvenar og hvernig. Hvernig og hvenar. Kjarninn er sá að gengið var til samninga án fullnægjandi trygginga fjármögnun ríkisins þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir. Það er sú ákvörðun sem hefur leitt til þessara niðurstöðu. Og það er einmitt þess vegna sem ég var að benda ykkur á það að við verðum að læra af þessu. Það er grundvallur að við lærum af þessu þannig að þetta endurtaki sig ekki aftur ef við gerum samninga við ríkið. Takk fyrir. Sigurrós Antónsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, ég tek undir með þessari bókun sem meirihlutinn setti hérna fram áðan. Þessa 14, man ekki alveg hvað mikið milljónir, það kannski falla ekki á íbúa, það færast innan velferðarsviðið. Og það líka bara það sem við verum að fá greitt frá ríkinu. Það ekki 14 milljónir sem bara poppa upp einhvers staðar hérna uppi í kartöflugörðum. En þetta þá allan að fjármagn sem við getum nýtt annars staðar innan velferðarsviði. Takk. Orðið laust fundargerð velferðarráðs, kæru bæjarfulltrúar. Svo það sé sagt skýrt, það kemur fram í minnisblaðinu að uppgjör verkefnisins endi réttu megin við núllið. Það er það sem að starfsfólki okkar hefur tekið fram og einnig að það er ekkert í þessum samning sem ríkið að brjóta á okkur. Það er ekki til staðar, en nú erum við allavega komið með eitthvað í hendurnar og þessu verkefni formlega lokið. Þannig að við erum ekki formlega lengur með samninga við ríkið í þessu málaflokki, svo það sé sagt skýrt. En þeir sem samþykki geta fundargerð velferðarráðs, vinsamlegast gefið merki og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 5. mál fundarins, fundargerð menntaráðs frá 13. mars, orðið laust. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 5 ársskýrslu skrifstofu Menntasvið 2025 mælaborð. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við rekstur Menntasviðs. Hann sé 825.300.000 krónum umfram fjárhagsáætlun, þar sem stærsti hluti fráviksins liggur í launakostnaði. Fyrir lá að launakostnaði myndi hækka verulega meðal annars vegna kjarasamninga við Kennarasamband Íslands sem námu 606 milljónum króna, auk 45 milljónir króna sjálfstætt rekinna leikskóla. Þessi þróun var að verulegu leyti fyrirsjáanleg. Þegar uppbyggingur lá fyrir var ljóst að kostnaði myndi fara verulega fram úr áætlun. Þrátt fyrir það var ekki gerður viðauki. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011, 63. grein með leyfi forseta. Fjárhagsáætlun bindandi fyrir allar fjárhagslega ráðstafanir sveitarfélagsins og óheimilt að víkja frá henni nema að sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka. Sjálfstæðisflokkurinn spyr því: af hverju var ekki gert ráð fyrir þeim fyrirsjáanlega launakostnaði sem lá fyrir utan áhrifa nýrra kjarasamninga?
Hvernig samræmist það ábyrgri fjármálastjórn að láta slíkan kostnað safnast upp án formlegar afgreiðslu? Slík vinnubrögð grafa undan trúverðugleika fjárhagsáætlunar. Hvernig getur meirihlutin réttlætt að 100 milljóna fyrirsjáanlega kostnaður sé hvorki settur í áætlun né færður inn með viðauka þegar forsendur lágu fyrir? Ég óska eftir að fá svör við þessu spurningum á næsta fjárreiðufundi. Ég óska að þetta verði bókað og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Orðið er laust, minn kæru, fundargerð menntaráðs. Forseti vill aðeins hér fara yfir fundargerðina. En í máli 1 fengum við Eydísi Rós Ármannsdóttur, verkefnastjóra á skrifstofu velferðarsviðs, til okkar til að kynna aðgerðaáætlun fyrir árið þegar kemur að farsæld barna. Þarna eru alls 9 aðgerðir sem verða aðal markmið aðgerða á árinu: að festa samþætta þjónustu í þágu farsældar barna í sessi, að skapa skýrt eignarhald og skuldbindingu hjá helstu hagsmunaaðilum og að tryggja að verklag farsældar barna verði hluti af daglegu starfi. Áherslu verða lagðar á markvissa fræðslu, að styrkja lykilverkefni, að efla samstarf milli hagsmunaaðila og að nýta betur verklagsreglur. Hluti af verkefnunum framundan verður vinnustofa fyrir tengilið og málstjóra farsældar og svo fræðsla til alls starfsfólks og kjörinna fulltrúa ásamt því að efla upplýsingagjöf á vef Reykjanesbæjar. Þarna getið þið, kæru bæjarfulltrúar, séð tímalínu áætlunarinnar, en forseti hvetur ykkur til þess að kynna ykkur þetta mikilvæga málefni sem farsæld barna er og hvernig okkar frábæra starfsfólk er að vinna í málinu til þess að við þjónustum börn heildrænt allt samfélagið okkar, ekki aðeins í skólakerfinu heldur einnig í gegnum íþróttir, tómstundir, heilbrigðisþjónustu á hvern þann veg og hátt sem kemur að börnunum okkar. Í máli 2 og 3 kom yfir sálfræðingurinn okkar, hann Einar Trausti Einarsson, en í máli 2 fór hann yfir atvinnutengt nám, þar sem hann fór yfir hvernig við getum eflt þann vettvang til að geta boðið ungmennum upp á atvinnutengt nám að hluta. Menntaráð tók máli fyrir á síðasta ári og stóð þá til að rýna framkvæmd þess í grunnskólanum okkar og leggja fram tillögu um verkefni til framtíðar. Verkefni tengist menntastefnu Reykjanesbæjar og gæðamarkmiðunum virkni og vellíðan, þar sem markmið er að búa til og hlúa að inngildandi skólaumhverfi til að efla þátttöku, vellíðan og virkni barna. Markmið með umræddu atvinnutengdu námi er að nemendur fái tækifæri til að kynnast atvinnulífinu og að sinna verkefnum á vinnustað að hámarki í 16 klukkustundir á mánuði samhliða náminu sínu. Forseti vill leggja áherslu á mikilvægi þess að atvinnulífið okkar hér í Reykjanesbæjar sjái sér fært að taka þátt í verkefninu, en verkefni fer fram í gegnum vinnuskólan okkar og er fyrirtækjum að kostnaðarlausu, en þar vissulega utanumhald og leiðbeiningar tengt ungmennunum okkar. Í lok minnisblaðsins tekur Einar Trausti það fram að aðrar hugmyndir hvata og samstarfsleiðir við atvinnuleiðir séu vel þegnar, þannig að forseti hvetur ykkur til að rýna þetta nánar. Í máli 3 stuðningu við skólasókn, þá snýst þetta málum að búið er að vinna þróun á nýju verklagi stuðning við skólasókn í grunnskólanum okkar. Þetta hét áður skólaforðun, en hefur fengið þetta nýja nafn sem er meira lýsandi. Verkefni tengist einnig virkni og vellíðan gæðamarkmiðinu, en þarna eru við að styrkja viðbrögð skóla þegar ljóst er að styðja þarf við skólasókn nemenda, sem er gríðarlega mikilvægt. Áherslan liggur á snemmtækan stuðning, að skýra verkferla og að íhlutun verði stigvaxandi ásamt því sem að horft verður á einstaklingsmiðaða nálgun. Eitt af úrræðunum fyrir börn í 9. til 10. bekk sem þurfa öðruvísi nálgun í skólastarfi er að vanta fjölbreyttari tækifæri, sporna við að við missum ungmenni í slaka skólasókn, en rannsóknir benda til þess að aukin virkni og vellíðan stuðla því að ungmennin okkar fara frekar í framhaldsskóla. Núverandi verklag er 9 ára gamalt og snýst í kjarna sínum að mestu það að bregðast við fjölda fjarvista.
Þetta verklag, kæru bæjarfulltrúar, verð ég að segja, er til algjörar fyrirmyndar. Það hefur ekki verið formlega gefið út ennþá þar sem það er í vinnslu, en ég verð að segja að það er afar ánægjulegt að sjá að sveitarfélög okkar búi yfir slíkum mannauði sem á finna í menntasamfélaginu okkar. Þarna var starfshópur skipaður til að fara yfir stuðning við skólasókn og þetta var unnið með hagaðilum. Á víð og dreif allt menntasamfélagið og er algjörlega frábærlega unnin vinna. Þarna er búið til þrepaskipt verklag sem styður við skólasókn nemenda. Verklagið verður prófað á vettvangi, það er að segja í skólanum okkar á yfirstandandi skólaári til að safna gögnum áður en það verður formlega innleitt á næsta skólaári. Í máli 4 vill forseti flagga því sérstaklega að þarna verið að auglýsa í nýsköpunar- og þróunarsjóð fyrir leik- og grunnskóla en við munum úthluta 12 milljónum til verkefna sem sækjum í sjóðinn. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi í skólanum okkar en áhersluþættirnir í ár eru inngildandi menntun, við og jörðin, læsisverkefni og gervigreind í skólastarfi. Verkefnin þurfa að tengjast áherslum menntastefnunnar okkar með opnum hug og gleði í hjarta og hægt er að sækja til 27. mars. Þannig að forseti hvetur okkar allra besta leik- og grunnskólafólk að sækja Forseti vill fara hér yfir bókun meirihluta bæjarstjórnar í menntaráði sem snýr að mestu að mælaborðinu okkar og hljóðar svo. Það er mjög ánægjulegt að líta yfir árið 2025 hjá Menntasviði Reykjanesbæjar. Þar má sjá hvað við náðum að gera á árinu og verðugt að nefna helstu atriðin. Þegar rýnt í leikskólapláss í sveitarfélaginu miðað við fjölda barna er ljóst að svigrúm til að taka inn öll 18 mánaða börn á leikskóla miðað við innritun í ágúst. Auk þess er svigrúm fyrir inntöku enn yngri barna. Fjöldi barna og ungmenna sem að nýta sér frístundastyrk hefur fjölgað 736 börn á 3 árum eða 27%. Nýting frístundastyrkja hjá börnum með íslenskt ríkisfang er 69% en hjá börnum með erlent ríkisfang er nýtingin 43%. Nýting frístundastyrkja meðal barna með erlent ríkisfang hefur hækkað úr 28% í 43% á 3 árum. Alls voru 569 eldri borgarar sem nýttu sér frístundastyrkja. Flesti voru á aldrinum 68 til 69 ára en elsti styrkþegi var 93 ára. Þetta er fyrsta árið sem styrkurinn er í boði. Það voru 283.000 heimsóknir í sundlaugarnar okkar á árinu 2025 og hafa aldrei verið fleiri. Heimsóknirnar jukust 11% milli áranna 2024 og 2025 en þá opnuðum við Stapalaug í Innri-Njarðvík. Alls voru tæplega 4.000 fleiri sem heimsóttu sundlaugarnar í september 2025 eða við september 2023. Eftir átak í biðlista barna sem biðu eftir sálfræðingi höfum við náð að stytta biðtíma 25% og fækka hefur 36% barna á biðlistum. Við munum halda þessu átaki áfram en auk þess erum við með önnur úrræðin á skólakerfisins sem vinna með börnum og ungmennum. Börnum í frístundaúrræðum Reykjanesbæjar hefur tvöfaldast á 6 árum úr 330 börnum í 645 en frístundabíllinn er þar eflaust ástæðan fyrir fjölguninni sem er innifalið í gjaldi frístundar og hefur verið frá árinu 2021. Bókun lýkur. Forseti gerir hér stuttfundarlega.
Kæri bæjarfulltrúar og góðu gestir, hér snúum við aftur undir fundargerð menntaráðs. Forseti biður hér afsökunar á ítrekum hléum sem við höfum haft hér í kvöld, en hér er ágætisfundur í gangi og mikið af bókunum. Hér áðan var lesin upp bókun frá minnihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem sakaði meirihlutann óábyrgan rekstur, ef ég man rétt. Varðandi það hafi ekki farið í sérstakan viðauka vegna framúrkeyrslu menntasviðs fyrir árið 2025 eins og kemur fram í mælaborði menntasviðs. En meirihlutinn hefur sett hér fram stutta bókun málefnið og mun svo fara enn nánar yfir á næsta fjárreiðufundi og halda þessum útskýringum áfram. Bókun hefst. Ástæðan fyrir því að viðauki var ekki gerður var vegna þess að ekki fundust tækifæri til hagræðingar á móti launahækkunum þar sem við höfum nú þegar skorið stöðugildi niður innan skólan okkar. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er eftirfarandi tekið skýrt fram. Viðauki er ekki gildur nema feli einnig í sér útfærða ákvörðun það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert er ráð fyrir verði mætt. Á það einnig við þótt að heildarútgjöld eða heildartekjur breytist ekki vegna samþykktar hans. Bókun lýkur. Í útgefnum viðaukum samkvæmt sveitarstjórnarlögum á að liggja fram hagræðingartillögur mótfærslu á móti. Það var ekki raunhæft í þessu dæmi. Þar sem að við náðum ekki að finna 600+ milljónir til að bregðast við meðal annars hækkun á kjarasamningum og öðrum þáttum. Þess vegna er ekki til formlegu viðauki máli, þannig að það sé skýrt sagt í þennan hóp. En orðið er laust fundargerð menntaráðs ef aðrir vilja koma hér upp til að ræða. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Hér er gert stutt fundarlega.
Virðulegu bæjarfulltrúar og góðu gestir, hér erum við aftur saman komin í ráðhúsin okkar. Hér hefur verið tekið fundarhlé og það er búið, þannig að orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil byrja á því að biðja alla áhorfendur afsökunar á þessum miklu hléum. Það hefur skapast fordæmi hér þar sem að meirihluti tók töluvert langt hlé til að leita til ráðgjafa ákveðið mál og var talið að við varum að ásaka þau eitthvað sem að ég las yfir bókun og skildi ekki alveg hvað var verið ásaka en það er ágætt að það er komið þetta fordæmi. En við teljum að þetta mál að við séum 824 milljónum fram úr áætlun á menntasviði sé allavega þess eðlis að það hefði alveg mátt ræða það vel og fara í sauman á því og sýna útreikninga í fjárreiðu hópnum hjá bæjarráði. Og það hefði mátt rýna betur í rúmlega 200 milljónir sem eru, eða tæplega 200 milljónir sem eru ekki vegna kjarasamninga. Við vissum að þetta væru að hluta til kjarasamninga, við vissum að þetta voru dýrisamningar og það var brugðist við með ákveðnum hætti en talið að þetta væri það háa upphæð og vorum að vonast eftir að við myndum ná endur saman sem að mér sýnist nú ætla að verða. En það breytir því ekki samt að þegar að svona mikið breyting er frá fjárhagsáætlun, þá verðum við allavega að greina það miklu fyrr og ræða og við sjáum að í milliuppgjöri, og ég fletti einmitt upp árslutauppgjörinu, að þá vorum við einmitt að benda á, að þá vorum við í heildina bara hjá sveitarfélaginu milljarð yfir fjárhagsáætlun í rekstri, en 500 milljónir hærri tekjur, en þar var gat upp á 500 milljónir, þannig að þetta þarf auðvitað að rýna betur. Við getum verið hér lengur, við getum tekið lengra hlé, við getum hringt í ráðgjafa, við getum hringt í lögfræðing og svarað, en við teljum að meirihluti og minnihluti ættu nú að ræða saman og hugsa hvernig getum við komist hjá þessum löngu hléum og löngu fundum. Og ég held að það sé gott að mál linni og við erum ekki með bókun núna, en það teljum við að þetta sé komið gott. Og ég óska ykkur bara góðra heimferðar og gleði í kvöld. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Sigurður Santosdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, klukkan er margt. En ég ætla líka bara aðeins að taka undir með máli 1, atvinnutengt nám, hvað þetta er frábær vinna. Þetta er einmitt til að auka virkni nemenda sem er bara vel gert og líka nemenda kannski sem falla ekki innan ramma skólakerfisins. En þá langar mér líka kannski bara að benda á, þetta kannski líka kallar á bara samfélagslegt verkefni og eftir bara fyrirtækjum að fara að bara koma á vagninn með þetta og þetta er einmitt flott verkefni. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta. Forseti ber hér fundargerð menntaráðs upp til samþykktar og það er samþykkt hér af öllum greiddum atkvæðum. Kæri bæjarfulltrúar, við erum hér komin að 6. máli á dagskrá fundarins, brunavarnaáætlun 2026–2030, en forseti mun hér fylgja áætluninni úr hlaði. Hér fyrir fundinn klukkan 4 í dag fengum við slökkvilistjóra Brunavarna Suðurnesja í heimsókn til að kynna áætlun fyrir bæjarfulltrúum, þannig að við höfum hér þegar fengið ágætis yfirferð málið, en forseti mun þó fara yfir helstu atriði áætlunarinnar. Markmið með brunavarnaáætlun er að tryggja að slökkvilið sé mannað, skipulagt, vel og rétt útbúið tækjum,
menntað og þjálfað ásamt því að það ráði við lögbundin verkefni og þær áhættur sem kunna að koma til. Brunavarnaáætlun stuðlar að verndun lífs og heilsu fólks, eignum og umhverfi ásamt fullnægjandi eldvarnareftirliti og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi. Brunavarnaáætlun gott og lýsandi yfirlit ástand og starfsemi slökkviliðs og þar með grunnur að gæðastjórnun og áætlun endurbætur til dæmis hvað varðar búnað, menntun og samstarf við aðra aðila. Íbúar og stjórn sveitarfélaga hafa þar með gott yfirlit yfir þessi mál og geta einnig kannað á vef Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Einn mikilvægasti þáttur brunavarnaáætlunar að átta sig á hvar úrbóta þörf til að gera grein fyrir því nánar í framkvæmda áætlun. Umrædd brunavarnaáætlun gildi frá 2026 til 2030 en á þeim tíma eru útlistaðar ákveðnar áskoranir. Vaxtarsvæði Suðurnes á stökkbreytingarhraða, allir þéttbýliskjarnar liggja að sjó og því hefur sjóbjörgun og stofnun á köfunardeild verið skilgreind sem forgangsverkefni. Önnur áskorun að tryggja viðbragð innan viðunandi tíma til allra þéttbýliskjarnanna en viðbragðstíma til sveitarfélagsins Voga 15 mínútur við bestu aðstæður og þurfum við aðeins að rýna í það viðbragð. Að lokum má ekki gleyma eldgosatímabilinu okkar á Reykjanesskaganum sem hefur kallað á nýja nálgun í viðbragðsáætlun bæði vegna aukinnar hættu og vegna fjölbreyttara vár sem fylgir eldgosum eins og hraunflæði, öskufall, gróðureldar og jarðskjálftar. Kæru bæjarfulltrúar, innan brunavarnaáætlunar mikið af góðum upplýsingum Reykjanesið okkar, byggðasamlagið okkar sem brunavarnir Suðurnesja, áhættumat innan sveitarfélaganna ásamt öðrum góðum upplýsingum og hvetur forseti ykkur til að rýna nánar. En orðið laust brunavarnaáætlunina. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þeir sem samþykkt geta áætlunina vinsælast gefumerki. Og hér fara allar hendur á loft. Þá erum við komin að 7. máli á dagskrá fundarins, breytingar og skipan fulltrúa í kjörnum ráðum. En kæru bæjarfulltrúar, í þessum fundalið að ræða breytingar á kjörnum fulltrúum hjá 2 flokkum, annars vegar Sjálfstæðisflokknum og hins vegar hjá Samfylkingu. Hjá Sjálfstæðisflokknum að ræða breytingu hjá aðalmanni í velferðarráði og óska forseti eftir tilnefningu frá flokknum annan aðalmann. Hér stungið upp á Unnari Stefáni Sigurðssyni, eru aðra tilnefningar. Svo ekki og telst hann þá sjálfkjörinn. Varamaður áfram Margrét Þórarinsdóttir. Annars vegar að ræða varamann í menntaráði hjá Sjálfstæðisflokknum, óska forseti eftir tilnefningu nýjan varamann. Hér stungið upp á Hermanni Borgari Jakobssyni, eru hér aðra tillögur. Svo ekki og telst Hermann Borgar því sjálfkjörinn. Hér verið að ræða nýjan aðalmann sem var varamann, ef forseti skilur umræðuna rétt. Allt í lagi? Ok. Já. Ok. Þá höldum við áfram, kæru fulltrúar. Þá Sjálfstæðisflokkurinn hér komin á hreint og þá hefjum við yfirferð Samfylkingar. Þar að ræða breytingu á aðalmanni í lýðheilsuráði og óska forseti eftir tilnefningu frá flokknum annan aðalmann. Það var aðeins að tala hennar einnig? Já. Aðalmann í lýðheilsuráði. Já, það Hildi Björnsdóttir. Hér stungið upp á Hildi Björnsdóttir, eru aðra tilnefningar. Svo ekki og telst hún því sjálfkjörinn. Næst að ræða varamann í menningar- og þjónusturáði og óska forseti eftir tilnefningu þann mann. Já, við finnum Hámund Örn Helgason. Hér stungið upp á Hámundi Erni Helgasyni, eru hér aðra tilnefningar. Svo ekki og telst hann því sjálfkjörinn. Næst að ræða varamann í sjálfbærniráði og óska forseti eftir tilnefningu nýjan varamann. Já, Bjarna Halldór Heiðursson. Hér stungið upp á Bjarna Halldóri Heiðursyni, eru hér aðrir lagðir fram. Svo ekki og telst hann þá sjálfkjörinn. Kæri bæjarfulltrúar, nú hefur formleg dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd. Við munum undirrita fundargerðina okkar rafrænt líkt og nútímaöld og lýsi ég því fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 715 hér slitið.